Góða kvöldi, góðir áhorfendur, verið velkomin með okkur á Iðagrænan Akureyrarvöll á þessu 50. kvöldi þegar KA-menn taka á móti gestunum frá Fjarðarbyggð. Við erum hérna, leikurinn er nýhafinn innan við hálfra mínútna gamall og ég ætla að nýta það og kynna sjálf mig. Sigurður Sigurðsson heitir ég og með mér er hinn geðþekki Sigurður Skúli Eyjólfsson. Komdu sæll Skúli og velkomin til leiks. Sæll og blessaður og þakka þér kærlega fyrir. Það er mikil ánægja að hafa þetta með okkur í dag, enda mikill sérfræðingur og spekingur. Þakka þér fyrir. Ég ætla bara fyrst að biðjast afsökunar á ég sé hana. Að það eru líklega margir KA-mennir heima að horfa leikinn á YouTube og ekki hérna í stúkunni í kvöld. Já, ég fór að spyrjast út að þú verið með mér í kvöld, enda hefur aðsóknin sennilega ekki verið svona slæm í sumar. En það er annarkvort það eða fólk sé að horfa Þýskaland, Frakkland í undanúrslitum á EM. Já, ég hef minni trú á því. Já, sammála því. En við ætlum að byrja þetta á að renni yfir lið gestana. Þar eru í markinu Sigurður Jóhannesson sem er myndið á láni frá Stjörnunni. Hjá gestunum? Hjá gestunum, sagði ég það ekki? Nei. Í miðvörðum eru þeir Andri Þór Magnússon og Lóvik Mbang Ondo. Aðri leikmenn eru Emil Stefánsson nr. 2, Aron Gauti Magnússon nr. 8, Jose Alberto Diallo Mbalo, hvað var bara Mbalo, nr. 10. Mbalo. Akureyringurinn var hérna nokkra vetur Víkingur Pálmason nr. 13, nr. 17 Hákon Þór Sófusson, nr. 20 Brynjar Már Björnsson og 22 Jón Arnar Bardal sem er einnig á láni frá Stjörnunni. KA-menn gera eina breytingu á sínu byrjunarliði frá því í sigurleiknum móti Selfossi í síðasta leik. En inn í byrjunarliði kemur Baldvin Ólafsson en Hrannar Björn Steingrímsson glímir við smávælið meiðsli. Annars er byrjunarliði hefðbundi Rækó í markinu, Guðmann og Davíð í miðvörðum, Baldvin og Ívar Örn í bakvörðum, Callum er erlendis. Á miðjunni eru þeir Almar Ormarsson og Alexander Trínsits, fyrir framan þá er Hallgrímur, hægri kantur Ásgeir, vinstri kantur Júra og Elvar upp á topp. En KA-menn er hérna aðra hornspyrnu í röð. Hún kemur inn í miðan teginn og Almar kemur matturinn í boxið og þetta er hreinsað frá. Skúli, Fjarðarbyggð, þeir eru með 7 stig eftir 8 leiki en þeir hins vegar eru síndveiðin ekki gefin, ekki satt? Það er alveg rétt. Þeir hafa verið að tapa leikjónum niður á seinustu mínútunum og hafa verið inn í leikjónum allan tíman. Já. Svo má segja. Gerðu sterkt jafntefli í Grindavík í síðustu umferð en þar sem þeir meitt mistu niður forskot á síðustu mínútunum. Já, þannig að þeir eru síndveiði en ekki gefin. Það passar. Og það er hornspyrna sem að gestirnir fá, þeirra fyrsta í þessum leik og það er leikmaður með 22, Jón Arnar Bardal, skemmtilegur strákur frá Stjörnunni sem býr sundra spyrna. Hann var mikill styrkur fyrir það þegar hann kom, mér minnir hann hafi komið bara þegar mótið var að byrja og hann býst undir að spyrna og hér kemur spyrnan, hún er á nærstöngin og þetta er hann Ásgeir sem skallar frá og Grímsson er að koma nú áfram sem hann gerir. Það eru húsvíkingarnir sem að sjáum þetta hana. Já, þvílík himna að senda ykkur Húsavík þessi strákar. Frábær staður Húsavík. Já. Hér kemur langur bolti yfir, það er Almar sem tekur við honum, þeir eru tveir í hlaupinu, hvað gerir hann? Hann dregur hann inn Ásgeir, en þetta er aðeins svo fast. Heldur fastur og heldur þröngt að það. Já. Og þetta endaði í höndunum á Sigurði Svein í markinu hjá Fjarðarbyggð sem kastar hérna út á kantinn. Völlurinn fallegur og gott veður og endaði ekki öðru vanur hérna á Akureyri. KA spila fyrir hálfleik hérna mótið vindi. Mótið léttri norðangólu. Grímsi fær hann á miðunni, fáir með honum en hann skýtur honum fram á Ásgeir. Ásgeir eldir alla bolta, hann er snöggur, hann er bara hálfpartinn á ágættis breiki hérna gegn Andra í vörninni. Það gerir Ásgeir, hann tekur hann á, hann er komin í dauðafæri og þessi liggur í netinu! Þvílíkt mark hjá kappanum, stöngin inn! Hvað hann er góður í fótbolta maður! Ha? Þetta var eftir stóðsendingu frá Hallgrím og Ásgeir einhvern veginn, það kom ekkert fát á Fjarðarbyggð vörnina. Hann labbaði fram hjá hann. Hann labbaði fram hjá hann, tók Andra Þór Magnússon á og sett hann með vinstri hornið fram hjá markmanninum. Ásgeir að skora sitt 5. mark í 7 leikjum fyrir KA. Hann er betri en enginn. Hann er svo sannarlega betri en enginn. Við sjáum þetta endursýnt hjá honum Ágústi. Maður sjá hérna kemur boltinn inn fyrir og Ásgeir, þeir eru gefa ekki einu sinni í til að ná honum. Geiri tekur hann niður, hann er með Elvar með sér í hlaupinu. 1 á 1 gegn Andra Magnússon í vörn Fjarðarbyggð. Einföld gafnpreyfing inn að marki. Hóta skoti. Já, og
klárar með glæsi brag fram hjá Sigur í markinu. 1-0 Káa eftir aðeins, já, 5 mínútna leik. Það bera vel fyrir Káamenn. Heldur betur og Káamenn taka við sér í stúkunni. Ég verð endur að vera hreinskilinn. Mætingin framar björtustu vonum með að við stórleikin sem verið í sjónvarpinu á sama tíma og þessa EM-pásu sem hefur verið að gera liðunum Íslandi lífi leitt. Það eru sannir Káamenn í stúkunni. Heldur betur. Hér kemur langur bolti inn fyrir, þetta væntanlega endar í höndunum á Rækó. Allt fertugum fært, segja þeir. Rækó tekur sér tíma, þjálfari Fjarðabyggðar en hér gælt ekki Víglundur Páll Einarsson, hann eldri en tvívetri í bransanum. Hættur sennilega bara að spila í fyrra ef ég man rétt, var hann spilandi þjálfari og opnað fyrir? Spilandi þjálfari og opnað fyrir, einherja í fyrra. Já. Víglundur Páll gamall bekkjarbróðir minn. Svoleiðis. Það ekki flott, það svo. Hér kemur Hallgrímur, hann sendir hann fyrirgefur ekki góð, Andri losar en ekki langt. Fjarðabyggðarmenn eru að taka heldur rólega hann í vördinni, það Hallgrímur ennþá með hann. Vel gert hjá Hallgrím, missir hann aðeins og fann frá sér. Og þeir skila honum bara til okkar Káamann aftur. Já, við erum hlýttar þessu. Elvar og Júra í baráttunni. Mikið baráttu þann teginn. Boltinn endar út á hægri kanti gestana. Og þar kemur hlaup upp Davíð Rúnar og undan í boltan. Vel gert hjá Davíð og Ívar með hann öruggur. Júra með sendinguna á Hallgrím og Hallgrímur upp í hornið á Elvar. Elvar vill frekar kannski vera inn í bóksin. Hér kemur sendingi fyrir. En þar var Andri sér hreinsað frá. Og þeir senda hann ennþá lengur út og þetta endar í innkastið sem við Káamenn eigum. Ívar Örn kastar inn á Davíð. Davíð tilbaka á Rækó. Rækó með nægan tíma, þeir pressa okkur ekki hátt. Já, það týnist hérna völlinn og sólinn skín. Sólinn skín, þetta allt með besta móti hérna hjá okkur, Skúli minn. Hér Alexander Trinicic með sendingu inn fyrir á Hallgrím en Andri hreinsað frá. Og Káamenn gefa Fjarðabyggð ekki mikið tíma á boltanum og pressa á stíft í öttustu línu hjá þeim. Já, ætli sjálfsagt okkar mönnum sig ekki í botni eftir þessa byrjun, fljúgandi start. Hér kemur Fjarðabyggð upp vinstri kantinn, Ásgeir vinnur boltan. Nei. Og Fjarðabyggð þurfa að spila tilbaka. Og það kemur hlaupinn fyrir línu, við viljum rangstæðu og hann kolrangstæður og því að það flaggað. Dómari leiksins í dag Ívar Orri Kristjánsson. Og honum til aðstoðar Þórður Arnar Árnason og Gunnþór Steinar Jónsson. Ívar Orri gerði sér sekan þó nokkuð mistök í fyrra en hefur sennilega verið besti dómarinn í sumar hins vegar að mati gárungana. Það var talað í fyrra að dómarinn verið heil grillaður. Það var bara svoleiðis. En hann hefur aldrei tekið sér tak og gert þetta vel í ár. Já, hann ætlar að leika á flautunum fyrir okkur í kvöld. Og það var að baráttaðan Elvar í baráttunum á Ondó og það skallað frá og spurning hvort þessi fór út af nei. Þeir bjarga, kom honum fram og þeir Mbalo í baráttunum við Davíð. Davíð skallar og Ívar fær smá tíma á hann. Og aftur, Ívar lendir í smá vandræðum en finnur Alexander, vel gert. Alexander notar skrokkinn mikið hérna inn á miðunni. Elvar með mann í bakkinu og fær innkast. Mér heyrist Regína frænka vera komin í stúkuna. Það berst hljóðið vel yfir til okkar. Já, hún lætur sig ekki vanta á Káa-leiki og mann taka eftir því. Maður tekur eftir því. Var á Júræ. Júræ búinn að vera einstaklega duglegur að gefa fyrir í mörkum með þessu tímabili. Hallgrímur missir hann frá sér. En við þurfum að pressa þennan vel gert. Tók skærin frægu. Menn eru kannski farnir að læra á skærin en hann snöggur kappinn og hérna. Já. Hér kemur Mbalo, reynir ykkur að gafnpreyfingu sem að Káamenn lesa vel og Ívar kemur hún fram á Júræ. Og við höldum þessari háu press áfram. Þeir þurfa að spila allalega aftur á Sigurð í markinu. Og þá kemur Elvar í pressun á hann. Og hann verður að losa langa bolta fram og þær eru við sterkir eða hvað. Nei, engin frá okkur, þetta væntanlega. Já. Alman pressar þetta en kemur ólappið og hann fær boltan. Kemur væntanlega kross fyrir. Og aldrei stoppað það. Þetta Ásgeir á fullu kart en hann ná honum ekkert, Skúli. Nei, hann eldsnöggur. Og reynir skoti sem að Andri blokkar.
Og Andri spurning hvort að ná. Nei, þetta er innkast. Kemur Baldvin. Síðast þegar Baldvin tók innkast, það var fyrir austan á móti Leikni. Þá fengum við mark. Og gaman og það var Ásgeir sem kláraði það í sínum fyrsta leik sem hann kom inn á fyrir KA. Annar umferð. Baldvin með innkastið. Það hafi orðið einhver breyting á liði í Fjarðabyggð þegar leikmaður með 25, Sveinn Fannar Sæmundsson skráður á bekkinn á skýrslunum sem ég er með en hann er í byrjunarliðinu á hægri kanti. Hérna er Ásgeir, út á Hallgrím. Þetta varðið af vörninni og Hallgrímur inn í og hann er Júra með nógan tíma. Þetta er hann er rangur. Já. Júra er rangur. Þetta var vel gert samt. Þetta var vel gert og en ekki var þetta dæmt. Að sjá, hér kemur innkastið frá Baldvin. Og sem sagði, Baldvin er með stór hættuleg innköst. Ef einhver er rætt að þekkja löngu innköst þá var það Íslendingar. Hér kemur það. Og það er flikkað áfram inn á Ásgeir. Sem kemur á Hallgrím. Hallgrím með skot sem er blokkað. Og kemur hann svo aftur inn á Júra. Júra er hann að skrefi nú inn fyrir. Og svo fór sem fór. Og hér að KA sem fá innkast á eigin vallarhelming. Það er Ívar sem býst til að kasta. KA-menn ekki fengið á sig mark í rúmlega 300 mínútur í deildinni núna. Og við vonum að það verði ekki breyting á í dag. En hér kemur Fjarðabyggðarliðið. Það er Baldvin sem losar hann tilbaka á Guðmann og Guðmann framvöllinn. Guðmann er ekkert að flækja hlutina. Nei, þetta er bara einfalt. Hann er bara miðvörður og hann er góður í. Og hér kemur leikmaður nr. 20 Brynjar Már Björnsson sem reynir skot hérna fyrir þann teg en endar í öruggum höndum Srdjan Rajkovic Rajko. Rajko fór létt með þetta en var þetta svo gott sem laflaust skot. Já, þetta var laflaust. Það er gaman að segja fyrir því að eplið fjallur ekki langt frá eikinni þegar kemur að Rajko og hans syni en Rajko Rajkovic Jr. Hann var valinn besti markmaður délið á nýjafstöðnu enninu mót frá KA-manna. Og þegar sem hann fóð með liðið sitt í úrslitaleikinn og þeir náðu í silfur, það er vel gert. Hér er Elvar Árni. Framtíða markmaður hér á ferðinni. Heldur betur. Elvar gerir vel að kemja út á kantinn. Og Ívar með honum vel gert. Ívar er snöggur og sterkur. En hann fellur við, Ívar vill ekki dæma á þetta. Þannig að Ívar stendur bara upp. Og þá er það Alexander. Og missir hann út á þetta innkast eiga gestirnir. En Baló með undarlega bakvallspyrnu þarna sem að KA-menn hreins upp og býtuðu einhver meðslið eða? Nei, Alexander sett hann bara út af. Einhver miskilningur þarna í okkar mönnum. Já, hann hefur talið að Baló hefði mist andan. Já. En svo er ekki. Svo er ekki. Hann er staðinn upp og andar. Sem betur fer. Sem betur fer. Sem betur fer. En þetta innkast eiga gestirnir og það er á eigin vallarhelmingi og það er tekið stutt og þeir losa fram. Fallega gert það en ég er ekki viss að það er öllu gert þetta. Ég sýndur sem bara Alexander einfallega að setja hann út af. En hvað það? Þetta er fallega gert. Þeir eru greinilega miklu heiðursmennandi fyrir austan. Já, þeir hafa ekki trúið og við KA með setjum svona auðvitað út af. Nei. Hér er Guðmann. Vill finna menn í lappir. Hann fer bara sjálfur. Vel gert hjá Guðmann. Reynir að finna Elvar en það er stoppað af vörngestanna og þá dettur Alexander niður í miðvörðinn í staðinn og Guðmann fyrst afsökunar að slækka sendingu. Alexander les þetta vel. Já. Alexander háan bolta á Elvar og Elvar nota skrokkinn. Vel gert Elvari. Fjarðabyggðarmenn með hreinsa frá við að grimmari seinni boltann. Guðmann með skallan. Og þetta innkast eiga KA-menn. Það er væntanlega Baldvin sem mætir á vettvang og býst við að kasta þessu. Það er Baldvin sem kastar. Kemur hann langan á Elvar og Elvar í baráttunni. Næsti bolti, hann vildi einhver fá háskaleik, ekki dæmt, Hallgrímur. Hann að tala saman hann að Alexander líka var klár í slaginn, en Baló með hann tilbaka. Brynjar á Svein. Sveinn út á Brynjar, þetta er Baldvin í tæklingunni og fær á sig aukaspyrnu. Baldvin aðeins og seinni en hann kom alla við hann og ekki hægt að spjalda fyrir þetta. Nei. Hann hoppaði upp úr þessu. En Baló byggði bolta hérna strax út á kanti en... Heitir hann eitthvað Balotelli? Balotelli. Hér kemur langur bolti fram og það er Guðmann í kapplaupi. Og hann fer aftur fyrir. Skýlir vel og KA-menn eiga markspyrnu. Já. Þetta var hann. Guðmann lítið sér alla þá reynslu sem hann hefur. Þetta er 100% iðnaður. Það er bara svoleiðis, hann er iðnaðarmaður.
Rækó býst við að spila á marki, við sjáum hvernig KA liðið þjappa sér þarna saman nær varamannabekkjunum og ég er tilbúinn að leggja undir Skúli þessi endið á kollinum á Alexander Trínsits. Já. Það er eins og sé segull á hann oft á tíðum. Já. Hann regnar þetta vel út og eins gott ég laði ekki mikið undir, þetta var Elvar í skallabaráttinu og vinnur hann en Fjarðabyggðarmenn grimmir á seinni boltann. Já. Og þetta einkast eða KA-menn eða hvað? Nei. Nei. Dómarinn er ekki með á því. Nei, það var ekki sammála okkur. Þannig að Fjarðabyggð á innkast af miðjum vellinum sem þeir taka stutt. Reyna að koma boltanum við spil en við KA-menn erum grimmir. Þarna fara 2 í tæklingu frá KA og svo Davíð út á Ívar. Vel gert hjá Almari, hann er klókur. Almar skilur boltanum vel og Fjarðabyggðarmenn með bara kvart yfir í. Já. Hvað ætli þessi maður sem er fittubrúst? Þetta er naut. Þetta er bara naut á vellinum. Og Fjarðabyggð, þeir virðast vera að komast aðeins betur í takt við leikinn með fyrstu mínúturnar. Og hér er Davíð Rúnar fyrir liði, sendir hann aftur á Rajkovic. Rajkovic fær á sig pressu, losar hann fram á Ásgeir sem er í baráttunni, vel gert hjá Ásgeiri en þessi er út af. Reyndi að koma hann á frænda sem frá Húsavík, Hallgrímar. Við viljum ekki að Rajko sé að þæla mikið hann aftast. Hann hefur brennt sig á því. Já. Það er öruggar að losa fljótt. Já, ég er á því alltaf. Ef ég væri að spila þá myndi ég alltaf losa hann fljótt. Ég er að Baldvin á Hallgrím og Hallgrím er aftur á Baldvin. Já. Hann beygir sig niður. Nei. Rangstað á Elvar. Rangstað á Elvar. Fjarðabyggðarmenn kom með 4 hérna innst í línu KA-manna. Þetta greinilega kom með hann langan og það gera þær og þetta er greinilega of langt. Beint í hendunar á Rajko. Rajko þekki hverja þú hérna á vellinum. Enda sér hann hann er umhirslumæður hérna 8-4 á daginn. Með langa bolta fram, þetta er útsparkað misheppnaður spurning hvort það komi bara til beint til okkar Skúli minn. Þetta er bara hérna í bílinn. Já, heyrðu. Já. Þetta er ekki með Demis reportið með hana? Jó, nú þurfum við að líma eitt slík hann á. Ásgeir tilbaka á Rajko sem fær á sig pressu og Rajko kemur hann fram fyrst, hann hlusta á því frá hann. Og hér er Elvar með tíma. Elvar sendir hann vantarlega upp í hornið á Ásgeir sem er öskufljótur frá Hallgrímur og Júran á teiknum. Ásgeir með, þetta var ekkert frábært touch og þeir ná að losa fram. Það er leikmaður 25 Sveinn og hann fær tæklingu frá Ella. Þetta var frábær tækling. Frábærlega gert en hann tósaði rétt í hann áður. Já. Sem hafði áhrif á döndu aukaspinnu á hann. Já. Ívar er með allt sitt á hreinu. Hann er með allt sitt á hreinu. Elvar kvartar eitthvað yfir þessu en þetta var nú rétt hjá honum. Já, það ekki. Kom ekki þetta peysutóð þarna sem hann sýndi. Já, kom aðeins peysutóð og hægði á honum. Já, Jón Arnar Bardal með boltar á miðjunni og hann setur hann bara beint í Alexander. Og Elvar í baráttunni, Jón Arnar er ennþá með hann. Elvar með aðra góða tæklingu og þetta er innkast sem að við eigum. Frábærlega gert hjá Ella. Dugnaða forkur. Baldvin. Elvar er duglegur að koma tilbaka og loka. Já. Hann er ekki að hanga mikið frammi. Nei, hann er mjög duglegur. Gott vinnuethikk. Guðmann í baráttunni, en Balóf fær þetta. Olboa. Já, sýndist mér en hann kvartar ekki hann Guðmann. Hann sennilega bara læti finna fyrir sér á móti í staðinn. Og hér er Davíð, vel gert Davíð, beint á Alexander á Hallgrím. Hallgrím með mann í bakkjunni eða 2. Losa hann á Almar. Almar, Ásgeir tilbaka á Baldvin. KA-menn að leysa ágætlega fyrstu pressuna. Og Ásgeir. Þetta var ágætlega gert hjá KA-mennum og boltinn losaður á Guðmann sem skallar hann á Baldvin. Og Baldvin framar, kemur hárbolti. Almar í skallaboltanum, vinnur hann að sjálfsögðu. Baldvin lætur finna fyrir sér og svo Guðmann lætur finna fyrir sér á móti. Hér kemur löng spyrna fram og spurning hvort að KA-menn sé tilbúin. Já, þetta er beint í hennar Rajko. Dómarinn aðvarar Baldvin. Já, segir Baldvin að koma með 2 brot og sennilega bara sýndist mér bara að vera svona næst er þetta bara gult. Baldvin ekki sammála honum. Og Ásgeir fær mann í bakið.
hann vinnur vel og Elvar fær manni líka í bakið en lítið dæmt á þetta. Það var Sveinn, Ásgeir vinnur boltan á honum eða hvað. Sveinn þarf að fara alla leið tilbaka, fín pressa á Kámanum og kemur Júra í hörkusbrett í press og sigur í markinu. Það ætla að spila út í vörðir í þetta skipti. Káman hætta við pressu eins og og stilla upp. Og þeir stilla upp. Fjarðabyggðarmenn eru samt ekki hræddir við, þeir liggja með alltaf með 2 hérna á öftustu línu á Káman. Enda kannski 1-0 undir. Kannski breyttu eitthvað leikskipulaginu eftir lent undir. Hér er Baldvin, baráttunum við Svein. Maður var ekki fann að átta sig á leikskipulaginu þegar lent undir. Nei, þetta var hárrétt. Það er hérna spurning hvernig lögðu leikinu upp. Já, innkast sem gestirnir eiga hérna við útsendingabílinn. Það er leikmaður númer 20 sem býst til kastinn, Brynjar Már Björnsson. Fjólubláum skóm. Hann kemur með hann og Baldvin vinnur þennan. Vel gert Baldvin. Og Sveinn gallar hann sín innkast og við það. Stuttur á Almar, Almar með tíma. Almar á Davíð Rúnar. Davíð tekur við honum og kemur honum fram völlinn. En náttúrulega fara Elvar mann í bakið og ekki dæmt en óskar samt eftir því. Mér sýnist, á þess að vera kannski sérfræðingurinn Skúli, Fjarðabyggð ætla að leggja upp með það að við séum ekki að spila út á bakverðin okkar úr eftirstu línu. Þeir liggja með hérna kantmennina sína framalega og eru svolítið bara með það á Ívar og Baldvin eins og þannig að hafði Davíð engan til að losa úr, hafði ekki Ívar til að losa og þurfti að koma honum fram völlinn. Það er spurning hvort að þetta sé skipulag þeirra í dag. Það var spurning hvort að losni inn á miðunni á Káa á móti sem að þeir virðast vera alltaf stoppa breið ef við spila breytt. Elvar í pressinu og Ondó, ekki brjóta Elvar og Ondó með hann langan fram. Slögg móttaka, Alexander vinnur hann, þetta er Júræ sem reynir að koma honum inn fyrir, gengur ekki en Hallgrímur heldur pressuna áfram og Júræ líka vinnur hann aftur en Fjarðabyggðarmenn voru fleiri þarna. Þeir koma honum upp á miðuna, það er Jón Arnar Bardal, það er touch, fer ekki niður. Það þarf að Káamenn að skila sér niður, þannig að rennur Mbalo og Guðmann hefur tíma. Og Guðmann með hann á Ásgeir og kemur Baldvin í hlaupið. Baldvin er snöggur. Baldvin með hann upp í hornið, þetta er góð sending. Hallgrímur í pressunni en þeir losa frá. Þarna vantar hlaupið fyrir. Þetta var vel hugsað af Baldvinni. Heldur betur. Og gestirnir eiga innkast og sínum djúpt á eigin vallarhelming. Skila boltanum á Káamenn, Guðmann er með hann, Guðmann með boltan inn fyrir á Hallgrím. Hallgrímur fær mann á undan sér og innkast. Það virðist það sem vindurinn hefur einhver áhrif á þessu bolta? Já, það er nú spurning, við erum innfættir Akureyringar Skúli, er þetta ekki klassísk hafgóla sem dettur niður fljótlega? Jú, hlýtur að detta niður núna það líður á kvöldi. En við ættum nú að þekkja að spila móti hafgólinni. Heldur betur, ekki Fjarðabyggð sem spila allir sem leik inni. Það ætti að vinna með okkur bara. Það ætti bara að vinna með okkur. Þarna var Almar ósáttur við Mbalo sem að virðist að felta hann þegar hann búinn að losa boltanum. Og lætur hann heyra það. Og Mbalo fær tiltal frá Ívar Orra, þann dræf spjaldið. Hann biður að gera ekkert svona meira. Guðmann er ekki sáttur við hann og Já. Jón Arnar Bardal kvartar yfir sem að lengi að taka spyrnuna. En hér kemur langur boltur á Davíð inn á Elvar sem fær touchið enn og aftur en fær ekkert fyrir sinn snúð. Þannig að hann spretta bara tilbaka og vinnur hann í staðinn eða hvað. Brýtur. Og þetta er brot samkvæmt flautuleikaranum. Það er Ondó með hann í öftustu línu, kemur honum út hérna á kantinn, henni er þessi til okkar. Það er annar ríportið dæmismiði sem við þurfum að draga upp hérna. Ekki yrðu þeir ánægðir með þetta og ekki yrði Tommi ánægðir með þetta. Nei, það er eins gott að vera ekki á staðnum þegar Tommi tekur við bílnum. Já, eða Þróttarinn, er hann í sumarfríi? Þróttarinn er í sumarfríi. Já, gott. Hér eru það Fjarðabyggðarmenn sem að losa hann út á kantinn og þetta virðist að byggja ágætt í sóknina. Það koma margir í hlaupið með honum, kemur fyrirgjöfin. Og þetta er í hennar Rækó, engið sér fylgdinn á teginn hjá þeim rauðklæddu og Rækó með langt kasta Ásgeir.
Ásgeir með tíma og finnur Almar í lappir. Almar og Guðmann út á Baldvin. Baldvin og Almar og Baldvin. Þetta er fallegt spil á KM-unum. Almar upp kantinn á Elvar, vel gert hjá honum. Júra biður honum í hlaupið en hann kemur úr staðinn út af Hallgrím. Hallgrímur með tíma á boltanum. Það er gott þegar Hallgrímur var tíma, þetta er frábær sending en Ondó á undan. Skalla frá Ásgeir var klára að taka hann í sníkjunni. Hallgrímur fær hann aftur. Aftur með tíma. Júræ skilur eitt fyrir Almar sem losar hann inn á Geira en Ondó aftur á undan. Og þá losar á Baldvin. Við komum honum ekki í lappir á Samherja Fjarðabyggðarmenn sem er gott fyrir okkur. Miskilningurinn hjá KM-unum. Almar vildi fá Elvar í hlaupið en Elvar miskildi hann og vildi fá hann í lappir. Þannig að þetta enda sem markspyrna frá markigestana. Fjarðabyggð hafa ekki verið nú beittir fram á því. Þeir hafa ekki fengið neinn færi eða neina séns á góðum sendingum. Það er sammálaðir og hér er Almar. Ásgeir hlaupinu, Ásgeir smantaði smá upp á sendinguna. Ásgeir pressa sigur í markinu, það er að losa hann langt og Guðmann í skallabaráttunni Jón Arnar. Og þarna er eitthvað touch, enginn fær neitt fyrir sitt. Sveinn í baráttunni við Baldvin. Og nú Sveinn er komin í góða stöðu. Já, kemur fyrirgjöfina við Klöfsum en hér kemur Embalo, hann hittir ekki boltan. Og Ívar losa frá en ekki nógu langt og hér kemur, reyna að komast inn á teiginn. Og hennan bolti að káa með, þetta var skemmtilega gert hjá Ívar Árnasyni. Þetta var Hákon Þór Sófusson sem reyndi að fara fram hjá honum. En Ívar skildi boltana vel. Hann gerir það og ég er alveg sammálaður Skúli með hérna, með færin hjá Fjarðabyggð sko. Káa hafa verið rosalega stöðugir aftur tilbaka undanfarna leiki. Þéttir og gefa fá færi á sér. Það er eins og Tóti sagði í gamla daga og ef þú færð ekki mark á þig þá getur alltaf unnið leikinn. Það er bara svoleiðis. Og ef að fótbolti snýst að skora meira en andstæðingur þá er hans gott að leyfa andstæðingunum að skora ekki neitt. Já, þá ertu í góðum séns. Þá ertu ansi góðum séns. Hér er einkastið, Ívar. Já, hann er svona skiptir á bolta við, hvað ætlar hann að séð þetta? Boltastrákinn. Hann sá þetta á EM. Já. Hann sá þetta á EM strákurinn. Já. Elvar enn og aftur fær hérna fulla lögreglufylgd í bakkið en ekki dæmt. Og þá er að sjáðu hérna Ásgeir setta hlaup alveg vel og Sigurður þarf að losa hann langan fram og það er Guðmann og hann er sterkur, djöfullinn sterkur. Afsakið orðbragði. Hér er Almar í baráttunni Jón Arnar. Nei, Sveinn fyrirgefið. Og það er Hákon Sófusson á Jón Arnar sem kemur og minna Embalo. Og Embalo með Elvar Árna í sér en ekki hvern. Komin upp í horni til að verjast. Já. Þvílík vinnusemi. Þvílík vinnusemi. Og það er að Davíð Rúnar með hann fram. Þetta er skallað frá og býðu. Já. Alexander yfir á Almar sem nær stjórnun á boltanum vel gert hjá Almari. Og Guðmann út á Baldvin. Sér þeir pressa bakkarinn okkar mjög fljótt. Baldvin gerir vel. Ásgeir á Guðmann. Hörku tækling hérna. Og nú er Ásgeir orðinn aftastur og væntar að losa hann út af. Hákon Þór í tæklingunni. Baldvin. Vel gert hjá Baldvin, frábærlega gert. Ásgeir með boltan, kemur hann með Almar. Almar róa leikinn niður. Það var Ásgeir. Eins og boltinn sé límdur við tærnar á honum. Alexander kemur sendinguninn á Hallgrím með tíma á boltan. Við viljum það og hann með sendinguninn á Júræ. Nei, Elvar fyrirgefið. Elvar tekur hann á og brýtur síðan á Ondó. Ondó var eiginlega bara fyrir Elvar í svo kvöldu marka hann. Já. Elvar ætlaði bara að koma þessum að marki ekkert annað. Hann misti boltanum langt frá sér. Já, og þá fekk bara Ondó að finna fyrir því í staðinn. Það er ekkert flóknara. Þetta er ekkert flóki hjá Elvari. Nei, hann er bara... Hann lætur varnarmenn að finna fyrir sig. Já, ég held að sé ekki gaman fyrir að vörða mótum. Nei, það er örugglega ömurlegt. Já. En það kemur sendingi frá Sigurði, þetta var ekki góð markspyrna. En KA-mennir hafa fallið aðeins aftur í pressunni. En það er svo sem ekkert kannski að halda hápressu 90 mínútur. En þetta er missetna hjá Hákoni og KA-menn eigin kast. Fjarðabyggðarmenn hafa ekki mikið pláss inn á miðjunni til að spila boltanum. Nei, við erum þéttir fyrir. Elvar gerir vel og inn á Hallgrím en það er eitthvað misskilningur og boltinn endar hér upp í rjáfri. Innkast er komið á Ásgeir. Ásgeir er komið með Hallgrím.
líka í baráttunni. Gert hjá Baldvin, góð tækni, missir reyndar á Hákoni, vinnur hann aftur. Baldvin Alma með fyrirgjöfuna, hún há. Svo kallar fallega bolti. Já. Erfitt að eiga við hennar bolta. Já, ég er sammála. Nei, hér er dæmd rangstaða. Áður en sendingin kom, þetta hefur vantilega verið á fallega boltanars Baldvins eða eitthvað. Já, vantilega hefur Elvar verið fyrir innan. Já. Þannig. En þeir ætla að taka þetta út á miðju, ég skil hann ekki. Nei, hann færi sig aftar Ondó. Þeir taka hann stutt yfir á andra. Mér sýnist á öllu þeir vera búin að skipta kant hérna Hákon Þór Sófusson og leikmaður nr. 25 Sveinn Fannar Sæmundsson. Hákon er komin hérna út vinstra megin gegn Baldvin og Sveinn fær hann yfir þá gegn Ívari. Þeir spila í öftustu línum, KM gefa þeim hálfgerðan frið núna. Spurði ekki hvenær pressan kemur frá KM-unum. Ondó. Á Bardal. Og Bardal aftur. Fá heldur mikið tíma boltanum. Já. En þetta gerir Júræði vel í baráttunni gegn Emil Stefánssoni. Já, mér sýnist á öllu Aron Gauti Magnússon, leikmaður nr. 8, ekki vera inn á. Jú, eða hvað? Er það Víkingur sem það vantar inn á? Ég sé nefnilega ekki Víking. Hvort hann hafi dottið út úr liðinu og hvort hann meiðist í uppbytun, því að hann er settur í byrjunarlið á skýrslunni en leikmaður nr. 25 Sveinn Fannar er að spila. Ég hef ekki verið var í Víking í leiknum allavega. Víkingur er ekki... Já, hann hefur sést hann sko til lítið þá. Já. En hann virðist ekki vera með í dag. Nei, hann spurning hvort það hafi verið meiðsli í uppbytun eða hvað. En hér kemur hár bolti yfir og þetta er vel tekið á mótunum hjá Brynjari. Brynjar fær Ásgeir í tæklinguna. Ásgeir, þeir veitir hagnaðinn. Nei. Ásgeir ósáttur við dóminn. Alman kallar sinn mann tilbaka. Það er dýrt að fá spjald fyrir tuð. Þar er ég hjartanlega sammálaðir og ég þekkir reyndar einn sem er með í bolta í hádeginu og einn sem áður til að tuða. En það er ekki spjald þar. Það er ekki spjald þar. Þeir leggja upp með stóru mennina og KM þurfa að halda línuna. Og KM er með hávaxili líka. Guðmann sín fyrir stjórna línunni. Athyglisverð uppstilling á veggnum, það eru 2 KM og 2 gestir í veggnum. En þeir ætla væntanlega að taka báðir hlaupið inn fyrir og Hallgrímur Ásgeirs þurfa að elda. Eða hvað? En þeir standa sér fastast. Það kemur spyrnan. Alexander skallar frá, vel gert hjá Alexander. Það er Brynjar sem skallar hann inn fyrir aftur og það er Ívar. Hátt í loft upp og Alexander aftur. Nú þurfum við að ná boltanum. Hér er Júra í pressunni og Ásgeirs kemur í pressuna líka. Ásgeir var tæpur á ná honum en þeir losa hann yfir á Brynjar sem er svolítið eitt á vinstri vængnum. Hann finnur Jón Arnar í lappir og það er Almar, vel gert hjá Almari. Og Almar með fasta sendingu inn á Ásgeir sem er í hlaupinu. Andri gerir vel og kemur honum hálfleiðis í burtu. Og Hallgrímur, pressunni, þetta er ágætlega leystur úr sig að fara með mannum eða hvað. Júra kominn alveg yfir hérna á hægri vænginn. Inn. Hallgrímur með þeirra á í sér. Erfitt. Sem þarf að bakka fyrir Baldvin, en Baldvin hann er tvílíkt vinnursamur hérna í hægri bakvörunum. Og Alexander, vel gert hjá Alexander, en við vinnum boltan ekki samt þrátt fyrir það. Já, þarna tekur Alexander brotið á Jón Arnar og væntanlega gullspjaldið eða eitthvað. Hann kippur hana niður. Þetta var taktískt brot og mér finnst skemmtilegt til leik Alexanders að hann er ófeiminn með taktísku brot sem ofstarf. Þannig að þeir voru með okkur hælunum þarna og Alexander reif hann bara niður. Þetta er hluta leiknum. Það hafa gáð með tíma til að stilla upp. Já, Guðmann í baráttunni við Mbalo, vel skemmtilega gert hjá Guðmann sem fær þá hættuspark á sig eða hvað. Og liggur aðeins eftir hann Sveinn Fannar. Sveinn Fannar er staðinn upp. Já. Það sem að hann náði ekki að veiða spjaldi upp á vasa dómarans. Fekk ekki spjaldi, Ívar heldur spjaldunum sem fastast í vasanum. Túfa kallar sína menn í stöður.
Fjarðabyggð er með hávaxið lið og þeir ætla greinilega að spila bara svolítið á förstu leikatriðin. Spurning hvort það komi eins útfærsla á þann. Þeir eru allavega Þetta hættulegur staður, þeir geta komið förstum boltaðan inn. Já. Vindinn með sér. Já. Hér kemur spyrnan frá Jón Arnar í Bardal. Hann rennur hún beint í fæturnar á Grímsa. Þetta er fallega gert hjá honum. Já. Og Grímsi, hann er eldsnöggur, sjá hvernig snöggur maður. Og Grímsi með hann í hlaupinu, hann er með fáa með sér, hann þarf að gera þetta sjálfur. Stoppar hann. Og brotið eða hvað? Þetta hlýtur að vera aukaspinna. Nei, ekki í dag. Hann bara braut á honum. Ekki í dag, þá er Alexander, hann brýtur væntanlega hérna. Nei, vel gert hjá Alexander. Alexander er stríðsmaður, mikill. Og þá er það Júræ sem er kominn fann að vinna tilbaka. Og Almar á Ásgeir sem finnur Alexander. Gríðarlega vel gert, kominum. Spurning hvort hann finni fyrirgjöfin eða hvað. Upp í horn á Hallgrím, aðeins fyrir aftan hann. Hallgrím tekur á mót honum, einn á mót einum. Kemur annar eitt bakk upp, við fara alltaf tveir á Grímsa. Og við fáum innkast. Við fengum hörkufæri frá sá, hann var dæmdur rangstæði, við skoruðum, hann kom dæmdur rangstæði reyndar. Þannig að Baldvin skokkar á vettvang og gerir sér líklegan til að grýta boltanum inn. Ekki með það. Langur bolti og Elvar í baráttunni. Nei, þetta endar í höndunum og Sigurð í markinu sem að sýndist Ásgeir nú skalla í hann og Ásgeir biður hann líka bara afsökunar. Ekki viljaverk að ræða. Nei. Hann var að reyna við boltan og munnaði engan þegar náð til hans. Já, ég hefði gaman að sjá. En Ásgeir líka hefur sýnt það að það borgar sig oft að vera í sníkinni. Já. Hann er alvöru center. Hann er alvöru center, þá ætti hann að spila á hægri vægnum hjá okkur. En hér er hárbolti, Guðmann tilbaka á Ræko, erfiður bolti. Ræko þekkir eins og hverja þú eins og ég er búinn að segja áður. Og leysir þetta vel. Já, vel gert og Hallgrímur. Almar vinnur þarna boltan, trekk á miðunni, skallaboltan. Og svo Alexander skemmtilega gert hjá honum, Jón Arnar eltir hann. Og á Elvar, en Ondo les vel og Alexander aftur. Alexander einu sinni en vinnur seminn hjá strákonum með til fyrirmyndar. Og baráttan í... Þetta er gaman að horfa á. Hér er það Mbalo með Davíð í bakkinu. Alexander vinnur upp boltan. Fer bara sjálfur á stað. En vinnur Júra lítið sérst í leiknum. En hér kemur þessi bolti en hann er aðeins svo langur og Sigurður í marki Fjarðabyggðar að grípa þennan. Fyrirgefðu Sveinn Sigurður heitir hann víst. Ég hef búinn að segja Sigurður Sveinn örugglega ansi oft. Já. Það heitir Sveinn Sigurður. En kallaði Sigurður Sveinn. Já, það ekki. Þannig að Ívar meðan hann er ekki komin frá en þetta er skemmtilega gert og Mbalo haltra við, spurning stíð á hann eða eitthvað. Heyrum í ömmu Laugu, hún biður fleiri mörk í fyrir hálfleik KA. Já, það má segja að leikurinn sé svo spennandi að Regína Sigurður er farin að ná þessu olbónu upp í stúku. Og hún kemur hún jútnögu í vinnun á morgun. En hér er það Jón Arnar sem snýra á en Elvar er kominn tilbaka, vinnur tilbaka. Virkar eiginlega sem pínur bakförur, væntanlega fær á svo aukaspyrnu, kemur skot í þar, slána, guð minn góður! Þetta var gott skot, því sýndist Ívar reyndi verið að gera sér kláran í að flauta aukaspyrnu á Elvar þarna. Þangað til þetta skot kom bara engu, spurning hvort við fáum ekki að sjá þetta endursýnt. Hér kemur spretturinn, Elvar í baráttinu, við sjáum að Elvar heldur þarna í Jón Arnar. En þetta er Sveinn sem er þetta skot í þörftan, Ræko var í boltanum. Já, hann var í boltanum. Hann var í boltanum. Þetta gerði Sveinn Fannar Sæmundsson vel. Rækovic með langan bolta fram á hausinu á Alexander. Og Alexander í baráttinu við Ondo. Er Ondo farin að færa sig? Já, hann komið vel út úr stöðu Ondo hérna í baráttinu við Alexander. Það var Davíð í baráttinu Mbalo. Mbalo ennþá með hann. Reynir væntanlega að vinna hotspyrnu ef ég þekki leikstílinn rétt. Vinnur innkast í staðinn. Davíð vildi bara fá þetta innkast. En hér kemur innkastið þegar búa sig undir að kasta langt. Það er einn annar leikur í fyrstdeildinni í gangi á sama tíma. Það er Haukar HK og það er í staðan 1-1. En sá leikur byrjaði á sama tíma.
Hér Jón Arnar, hann hættulegur, hann ennþá með hann, með skot sem að Raiko ver. Vel gert. Nú þurfum við að fara að koma okkur upp á tærnar aftur. Það það bil 5 mínútur til hálfleiks. Það gott að fara með 1-0 inn í hálfleik. Það í sammálaðir Skúli og hins vegar þetta sennilega hvað versti tíminn til að fá á sig mark líka. Rétt fyrir hálfleikinn. Hér kemur hár bolti fram, Alexander nær honum niður á Júra. Júra Almar í tæklinguna en þetta langt inn fyrir og Raiko fær hann aftur. Og Raiko sennilega ekkert að flýta sér að taka hann upp. Raiko með langan bolta fram. Á Ásgeir. Ásgeir tekur stöðu, vel gert í Ásgeir, flikkar hann inn fyrir á Júra í baráttunni. Og Júra fellur hérna við, ekkert dæmt. Ásgeir. Það Hákon í baráttunni við Ívar. Nú kemur bakvörðurinn, Emil upp. En skemmtileg tækling þetta hjá Hallgrím. En Emil heldur ennþá boltanum. Snaggaralegur strákur. Já. Ásgeir í pressuna. Og þennan bolta hljótu við eiga, hvað? Nei. Emil líklega ekki hærri loft en Ari Skúla, 1.70. Nei, mér sýnist ekki, svona fjarlæði allavega hana. Og hér Ásgeir sem vinnur boltan og fær spark og, jú, fríspark. Og þarna kemur fyrsta spjaldi á loft. Þetta á Stefán Þór Eysteinsson, fyrirliða gestana. Stoppa þarna Skyndirsson og okkar mönnum. Já, þetta sennilega samt hans fyrsta brot í leiknum. Já. Víglundur Páll Einarsson lætur vel í sér heyra. Já, Víglundur frekar reiður. Ég veit ekki, Skúli, hefur hann eitthvað til síns máls? Hann var að benda á að við höfum brotið 2-3 þarna þegar þeir varu komið í hraðasókn, fyrsta brotið af þeim og það verður að segjast eins og að hann hefur eitthvað til síns máls. Já, það spurning hvort að hann sé búinn að opna fyrir spjaldabækurnar. Ó, Júrai, en þessir aftur fyrir endamörk. Þessi bolti hefði mátt frekar koma inn á teginn heldur en upp í horni. Já, við vorum búin að hlaða stóru mönnunum. Erfitt að taka mót honum hana. Já, taka markspyrnuna hratt og Davíð Rúnar losar hann fram, Hallgrímur lætur hann boppa. Þeir vilja aukaspyrnu, fá ekki, eða hér kemur hættuspark. Já, eða háskaleikur heitir þetta ekki. 2,5 mínútur eftir. Já, það verður sennilega litlu bætt við. Og hér kemur spyrnan frá Ondo í öftustu línu, hún hátt framvöllin, upp í hornið, Ívar í bakkinu á Embalo og Hákon. Hákon inn á miðuna og það Stefán á gulu spjaldi. Hér kemur boltinn, þeir færa boltan hratt núna gestirnir. Andri og það pressa frá Geira. Og Andri þarf að losa hann langt fram og hún ónáðkvæm sendingin beint á hausinn á Júra Grisel. Og Hákon vinnur boltana undan Hallgrím þarna og Embalo upp í hornið, Ívar með mann í bakkinu. Ívar leysir vel úr þessu með hinn fríska Emil. Boltinn í innkast. Nú eru 2 boltar hann á vellinum. Æ, svona. Emil tekur innkastið upp í Bardal. Og hérna flagga línuvörðurinn á Davíð Rúnar Bjarnason og þeir eiga aukaspyrnu á stór hættulegum stað. Sólin akkurat á móti Raiko. Já, engin derhó á hausnum á honum. En við treystum á okkar hávöxnu menn og það Embalo sem tekur þetta. Spurning hvort það láti vaða, við erum með hvað, 2 í vegg? Við erum með 2 í vegg og aðra inn á teignum. Túfa öskrar á menn að vera á tánum. Sýnist á öllu fyrir fólk sem að horfa heim í stofu hér vera að ganga af vellinum Birkir Bjarnason. Og hér kemur skotið, þetta Davíð Rúnar sem hreinsa frá. Og kemur annað skot og þetta hendunar á Raiko. Já, þetta Birkir Bjarnason, hann ákvað að kíkja á fyrirháleikinn hjá sínum mönnum, enda mikill káfamaður að eigin sögn. Æfði hérna með okkur káfamönnum á allavega upp í yngri flokka og sumurinn síðan þegar hann fluttur út til Noregs. Skemmtilegur strákur sem nýkominn heim frá Frakklandi eftir frábært gengi með landsliðinu. Raiko með langan fram. Og Grímsi í baráttunni. Lítið gengi á Grímsa í dag. Og þeir vinna af honum. Og þetta Grímsi sem brýtur og fær spjaldið. Þetta bara sama á þann.
Hann er samkvæmur sjálfur sér. Já, hann er hann samkvæmur sjálfur sér, það er ekkert erfitt að segja. Og þetta var hann Aron Gauti Magnússon sem fekk þessa spyrnu. En það eru konar 45 mínútur á klukkuna og þetta er sennilega síðasta sóknin í fyrri hálfleik. Hér kemur spyrnan, hún er hátt inn á tegin Rækó. Þetta er Ondómer skallan yfir. Já, Guðmann lætur sína menn heyra að þeir voru 2-3 hérna aleinir af fjarstönginni, smá misskilningur. Og ég tek þessum hálfleik bara nokkuð feginn. Já. Það var legið svolítið águr upp á síðkasti. Já, núna seinnipartinn í fyrirháleik. Já. En fram á því var þetta nokkuð þægilegt. Já, mjög þægilegt. Þetta byrjaði með svona sláaskoti þarna. En hér kemur spyrnan frá Rækó og ég býst við því að Ívar setji flautun í munninn og blási kröftulega til hálfleiks. Já. Margur er knár þó hún sé sannspár. Svo er sagt. Svo er sagt. En við ætlum að fá okkur rjúkandi heitan kaffibolla, ég og Sigurður Skúli Eyjólfsson. Eftir ágætis fyrri hálfleik, staðan 1-0 fyrir okkur KA-menn. Þetta er bara búið að vera fínt. Þetta er bara gott, KA-menn byrjuðu vel. Voru meira með boltan, pressuðu öftustu menn. Duttu svo aftur á völlinn og þá komist Fjarðabyggðarmenn meira, segjum ekki Fjarðabyggðarmenn. Jú, eða ekki? Eitthvað svoleiðis, komist meira inn í leikinn og hafa fengið færi núna seinnipartinn. Já, og þetta er greinilega, þú þarf að loka fyrir einhver gött þarna í hálfleiknum og ég hef treyst honum fullkomlega til þess. Já, við erum með vindi í seinni hálfleik og með sól. Já, við skulum fá okkur kaffi. Takk fyrir okkur í bíli, sjáumst í korter. Hvað gerir Ævar? Hann er kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það er varið og hann er frákastinn og skorar 1-0 hér á 4.50 mínútu þessa leiks. Ævar Ingi er búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn er æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn.
gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn.
Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það
Já, góður hálsaði, verið velkomin á skjánum aftur, síðara hálfleikur í leik K.A. og Fjarðabyggðar hér á Akureyrarvelli að hefjast, staðan 1-0 fyrir okkur heimamennina. K.A. byrjuði leikinn af miklum krafti og komist yfir eftir 4,5 mínútna leik, þar sem Ásgeir Sigurgeirsson skoraði mark K.A. en síðan svona þegar líða fór á leikinn þá féllum við aðeins tilbaka og Fjarðabyggðarmenn áttu til að mynda skot í slána. En síðara hálfleikur er hafinn og frasakóngurinn og meðlýsandi Sigurður Skúli Eyjólfsson er ennþá í kaffi. Ég tek þetta eitt til að byrja með. Þeir byrja hérna nokkrum hálóftaboltum í sínast þeirra óbreytt lið hjá báðum liðum hér í byrjun seinni á leiks, engar skiptingar. En hér er það Sveinn sem átti skotið í slánaðan gegn Baldvin en Hallgrímur vinnur vel tilbaka og hirði þennan. Og Almar kemur honum áfram á Júrai en Fjarðabyggðarmenn á undan, hann vinnur hann aftur, þetta er vel gert. Út á, döpur sending og þetta er engin annar en Lói Gondó sem ætlar að fara upp. En Hallgrímur tekur boltan, vel gert. Hratt hérna í upphafi, Baldvin með tíma á boltanum. Leitar einhverjum hlaupi, finnur Geir í lappir. Geiri fær, nei, ekki neitt. Túfa var ekki ánægð með þetta og leyfir mönnum aðeins að heyra í sér. Nú er boltinn farin út af, sýndist mér, og þetta yngastegu við varamannaskýli gestana. Hér kemur yngstastur frá Baldvin, það er Andri sem vinnur Elvar í loftinu og þeir halda að hoppa á bakki á honum. Elvar er sterkur, heldur ennþá í boltan. Missa hann frá sér og þeir losa fram. Hér er Guðmann í baráttunum Mbalo og gefur innkast. Kemur löng sending út hægra megin. Þetta er Emil, sveifla hægra löppinni, Ívar blokkar fyrirgjöfuna og fær sér flaggi andlitið og hann gefur flaggi frá línuvörunum. Ívar virðist hálfa falinn, hann fengi hérna slæmt hendin í andlitið á honum og hann jafnar hann á sig á þessu. Hann heldur enn fyrir og Ívar er ekki maður sem liggur og kvenkar sér nema hann finnir til, það er bara svoleiðis. Hann liggur enn og það er beðið eftir Helga Steinari Andrisinni, sjúkraþjálfara K.A. Þetta er gulls í gildi fyrir Skúla minn sem virðist ekki ennþá verið komin út úr hálfleiksskaffinu, það voru girdilega kökkur á boðstólunum þar. Helgi kemur í aðhlýningu og vonum að Ívar jafnir sér fljótt að þessu. Ívar Orri virtist ekki sem vissi sinni í sök, hann var að dæma, flaggi kom frá línuverunum. Það er gott að þeir séu vel með á nótunum. Íslensku liðin voru eld inn í Evrópukeppninni í kvöld. Breiðablik gerði 2-2 jafntefli í sínum leik gegn Jelgava frá Lettlandi. Brøndby vann 6-0 sigur á Val og þeir eru þá dottnir úr og Glenóman er 3-0 undir gegn KR og þá eru KR-ingar í vænlegri stöðu til að fara áfram en Ívar er staðinn á lappi sem betur fyrr og heldur leik áfram og gott fyrir okkur KR-menn, mikill baráttu í axl. Árna Freysteins sem var Íslandsmeistari með K.A.liðin 89. Þeir eru Elvar með boltan hátt í loftum og Grímsson sem fann mann á baki, tekur það samt niður, byrjum á pottruminn Ásgeir. Og þetta var pottruminn að Júra fyrirgefið, þetta var skemmtilega gert hjá Hallgrími þarna. Hér er það innkast sem að gestinir eiga. Mbalo, Almar vinnur þennan. Ekki sáttur að fá ekki innkastið en að því er ekki tautað við dómarann og Fjarðabyggðarmenn spilunum inn á Bardal sem Alexander kemur í tæklinguna, ekkert flautað á þetta. Ívar Orri virðist að leyfa mikið, það er oft hættulegur leikur sem dómarar leika að leyfa mikið, sérstaklega í leikjum sem jafnir. Hér er innkastið sem að Emil ætlar að taka og
hann finnur engan til að kasta á, kemur með hann langan upp. Þar Bardal sem flikkar honum yfir Davíð en Guðmann setur hann bara öruggt tilbaka á Rækó. Rækó með langa spyrnu fram. Beint reyndar á gestina. Almar með aðeins missetna móttöku. Þetta svona eins og við séum pínu á hælunum. Guðmann fær hann hendi frá Embalo í andlitið en hann dæmdur rangstar í leiðinni Embalo. Og hér frasakóngurinn mættur aftur á svæðið. Hann tók lengri kaffilíð en við hinnir en hann náði að skilið. Ég stýnir lafsökunar þessu, ég lend oft í þessu þegar svona góða veitingar að. Já, en þú vistir ekki að miklu. Þetta gerðist oft þegar þjálfari ruglaðist og setti mig á bekkinn. Þá stundum fór ég og var á lengi í kaffinu og kom þungur á bekkinni seinna áleik. Það nú merkilegt þegar þjálfari skal ruglast setja þig á bekki skúli minn. Það hefur eitthvað verið mikið að þeim. Já, þeir voru einn og einn sem að ruglaði svona. Alexander í baráttunni gerir vel, Embalo kemur sinna fullum krafti í hann. Hann með afleita sendingu hann upp í horni. Já, afleitt sending. En eins og ég segi, þú mistir ekki að miklu, þetta búið að vera frekar rólegur fyrir seinni hálfleikur. Byrjunum á honum, 6 mínútur liðnar. Sveinn Sigurður vildi spila nú stutt en hann var ekki tækifæri til. Það kemur spyrnan fram og Almar vinnur enn eitt skallabolta beint inn á Grímsi að koma svo Grímsi. Nei, þetta var draumur hjá mér að sjá þennan í gegn. Já, Grímsi er hrikalega breiður en ekki svona snöggur, er það? Ekki kannski svona snöggur. Ásgeir er duglegur en þetta innkast eiga gestirnir. Það er lítið að frétta. Aðeins dottið niður leikur okkar manna eftir hérna kannski svona fyrstu 20-25 minúturnar. Vantar að koma pínum boltanum í lappir og spil. En Jón, þeir eru bara hörkuduglegur gestirnir líka. Hér kemur sendingin tilbaka og hér kemur pressan frá Grímsa. Skemmtilega gert. Það þarf að losa hann langt fram og Ívar í baráttunni. Þannig að þetta er innkast sem við eigum hérna rétt við útsendingarbílinn. Ívar með hann og kastar hann fram á Elvar. Elvar fær Lóvík Ondo í bakið. Þetta hlýtur að vera aukaspyrna. Þarna Koloksis flautið og Elvar sáttu við það. Það var áberandi út með hendina þannig. Já, og Ívar Orri stóð alveg við þetta, hann var og fíblaði engan. Línu bolti, segir Grímsi. Já, þá er það komið í ljós. Það er boltinn sem er linur. Já. Og nýjan Grímsi sem er harður. Það er morgunljóst. Morgunljóst. Túfa. Túfa vill gerilega fá að taka þátt í leiknum og sparkar hérna öðrum bolta inn á. Já, og þá er doktorinn sendur í að finna nýjan varabolta hinum megin. Já, það er séns á hérna... Skemmtir útvarsarspilinu, Hallgrímur með flottan vinstri fót til að geta sveifla honum inn í. Fer á leitar að hægri, kemur boltan inn í! Frábær bolti og... Þetta er hotspinn ekki satt? Þetta er hotspinn að lítur að vera. Ég gæti ekki sé annað... Nei, það spurði hvort við eigum þetta endursýningu. En hann hafi blakað hann út af. Já. Við glímum við smá tæknileg vandamál, en það kemur ekki að sök. Jú, Skúlurum vissir í okkar sök. Þetta var alltaf hotspinna. Já. En þetta jafnast út, segja þeir. Við sjáum vel. Já, og hér er Almar. Og inn á Ásgeir. Ásgeir reynir hælinn þarna, en það tæst ekki. Brynjar vel á verði í vörninni. Guðmann með hörku skalla fram og Júra í loftinu. Og Atsó, Alexander já. Almar með tíma, finnur Baldvin út í hægra megin. Og Ásgeir. Nei, þetta gengur í erfilega hjá okkur. Þetta er þröngt. Þetta er þröngt. Ég heyri ekkert í mínum sko. En Skúli með feedback bara frá mér. Ok, en Skúli heyrir sko bara sama hljóð eftir það ekki? Það er búið núna. En erum við... Já, við erum að glíma eins og segi við pínu tæknilega öruleika í útsendingarbílnum.
En við ættum að vera live og við reynum bara að halda áfram að gera þetta svo vel og við getum fólk. Mistum ekki að neinu hérna í mildtíðinni en það að koma skipting á KA. Það Alexander Trinicic, Guðmann Þórisson fyrir á velli og Archangi Nkumu sem kemur inn á og þá dettur Trinicic niður í miðvörðinn. Alexander Geiri pressar og fær hann bara í sig og innkast, vel gert hjá Geira. Vinnusemin hjá svo strákum ótrúleg. Það innkastið og þeir missa hann út og þetta okkar bolti. Skúli, þetta sem maður reynir alltaf, maður vonast alltaf til að sjá hjá sínu liði. Það svo vinnusemi sem skilar akkúrat þessu. Vinnusemin að Geira skilaði því að við erum konum með innkasta ákjósanlegum stað. Baldvin Ólafsson mun þrykkja þessum lengst inn í teg vantilega. Já. Hann reyndar ekkert að dunda sig við að skipta á bolta við boltstrákana. Hér kemur boltinn. Elvar í baráttunni og við fáum þá hornspyrnu. Guðmann farinn af velli en Guðmann skoraði með skalla hérna eftir hornspyrnu í síðasta heimaleik. Það var bara spurning hvort að Alexander Þannig að við erum að tala um að Fjarðabyggð eiga aukaspyrnu í eigin vítateig sem að Lói Gondó ætlar að spyrna. Hér kemur hún og hún há og Alexander upp í skallan, vel gert hjá Alexander og þarna var hann Ondó undan og Alexander sem er kominn pínu út úr stöðu, losar hann fram. Emil, þá kemur pressa frá KA-mönnum. Vel gert hjá Elvari og þetta er beint að Ásgeir og nú er hætt á ferðum. Ásgeir með skott! En þetta er framhjá. Ekki einu sinni rétt framhjá, en þessi vinnusemi á KA-mönnum er að þeir eru tæpir þarna aftast. Hei, verður pínu séki á boltanum þegar það verður pressað á? Já, það er bara svoleiðis. Og hér er Almar í skallaboltanum og hann fær olbúa frá leikmannum 8, þetta er óvílega verkseiga menn og það er umsvegulega hár rétt, þetta var Aron Gauti Magnússon. Hann er ekki þekktur fyrir olbúðana? Nei, þetta er prúðupiltur, príðispiltur. Túfa er ánægður að Túfa tekur hérna klassíska yngjörflokka, koma að harka sér upp. Almar er nú hraustur og stendur upp en grjótharður. Það er dómarakast sem að hvorugt liðið vill gefa eftir. Þetta er hörkuleikur. Túfa hérna frábærlega skipulagður þjálfari og hefur verið að gera vel með KA-liðið upp á síðustu. Ekki skemma jakkavitin fyrir? Ekki skemma jakkavitin fyrir. Með allt á hreinu. Hann tók þetta upp bara fyrsta leik? Já, bara fyrsta leik á Selfoss í fyrra sem vannst 4-0 frekar en 4-1 útivelli. Hér er allavega hárbolti upp í horni og þeir þurfa að skalla í innkast gestirnir. Nú virðist við vera að ná öllum töglum og höldum á leiknum. Áhorfendur fattir að taka á sér stúkunni. Heyrist vel í þeim núna. Og þetta er athyglisverð Hreinsson við fáum hornspyrnu. Það þarf ekki að vera flókið. Það tökur Grímsson hornið aftur. Já, væntanlega með vinstri aftur. Rétt fættur samt sem öðru öllu jafna. Já, fættur eða ekki. Varstu ekki jafnfættur, Skúli? Ég get ekki sagt það, það var Hér ég að kemur ljúga. bolti, hann er frábær, en þetta er skallað frá. Og Almar er komin aftur inn í. Þetta er á fyrsta mann í burtu og Baldvin með hann í öftustu línu. Fær pressa á sig. Og hann losar hann inn í. Þetta er Ondó sem skallað frá. Þetta hann losa hann ekki nógu vel, hann Baldvin. Alexander með ágætis hreinsun. Já, var heldur bjastinn í þessu skoti. Það En kemur það má alltaf reyna. duttu bolt út og við höldum áfram hápressun okkar sem við vorum að pressa fyrstu 15-20 mínútur í leiknum aðan sem virkaði vel. Alexander Archiveneg með tíma á boltan. Archie hefur lítið komið boltan eftir að koma inn á. Stígur á hann, plattar það upp úr skónum hana. Það er ekki hver sem getur hann á boltanum á honum. Nei, hann er ótrúlega flinkur.
Og við vinnum innkast á stórhættulegum stað. Og það er hotspinna og það er enn og aftur Grímsi sem mætir á vettvang. Já, Sigurður, ef einhverju þessu liði fengi að leggja í bílskúrunum þá er það Hallgrímur. Það er bara svoleiðis. Hann er náttúrulega, sko, með fótleiki frá Ítalíu en líka maður grísk góðs. Já, og hvaðan kemur hárgreiðslan? Hún er frönsk. Hún er líklega frönsk. Já, og hér kemur spinnan! Þetta eru stórhættulegu boltar hennan teginn. Nú kemur Júraði með skott í fyrsta. Þannig að vildi einhverju kámi fá hendi. Baldvin færir hann yfir á Almar, þetta eru öruggt hjá okkar mönnum. Almar með hann upp í horn á Júraði, það er Júraði einn á auðun sjó. Og fyll á boxið. Frábær bolt í Almari. Já. Ívar undan, vel gert hjá Ívar, nú þarf hann bara að ná hann fyrir úthöf. Við gerum það sennilega ekki. Það var að, þeir vilja taka það en þeir róa leikið niður og Emil kassa tilbaka. Á fyrirliðan Emil, nei, Stefán Þór meina ég, fyrirgefið. Stefán Þór, Eysteinsson á gullispjaldi. Jón Arnar Bardal, hann að mínum mati þeirra skarpasti leikmaður. Hér er Emil. Fær smá tíma og Jón Arnar. Og skipta boltanum yfir. Gerir þetta vel. Og þeir eru konur hérna í 2 á móti 2 út á vinstri vængnum. Ásgeir í honum, ásamt Baldvi. Horn, já, Almar skallar í horn. Þetta var ágætlega upp í sókn hjá gestunum. Það verður ekki annað sagt. Það verður ekki annað sagt. En þá er gesturinn horn. Já, og það er skipting. Nú er spurning hvaða stórmeistar er að koma inn á. En það er allavega leikmaður með 25, Sveinn Fannar Sæmundsson sem átti sláarskotið. Hann er að fara að velli. Og inn á er að koma maður með vettlinga í rauðum búning. Hann ætlaði bara ekki að snúa baki okkur skuli. Jú, þetta er leikmaður með 16, Fannar Árnason. Kemur beint inn á teginn. Og hér kemur spyrnan, það er Jón Arnar Bardal sem ætlar að spyrna fyrir í horninu. Hún kemur inn í miðjan teginn, Rækó út, kýlir hann burtu beint á Hallgrím. Vel gert hjá Rækó og Hallgrímur vel gert hjá Hallgrím. Nú koma þeir á hlaupinu með honum, Júræ. Hallgrímur á möguleika á flengjunum yfir. Flengjunum yfir og frænda sinn Ásgeir. Vel lesið hjá varnarmanni Fjarðabyggðar. Baldvin fær innkast. Baldvin kominn í sóknarhug. Já. Og hann tekur innkastið að sjálfsögðu sjálfur, en það gildir reglan hjá Baldvin Fiska tekur. Það er Elvar með 2 í bakkinu, missir hann aðeins svo langt frá sér og þeir þurfa að hreinsa frá gestirnir. Það er beint á Alexander. Boltinn svolítið í loftinu hérna hjá okkur núna. Vel gert hjá Jón Arnari Bardal. Á Fannar varamann sem tekur hlaupið inn fyrir. Mbalo með hann, setur hann langan yfir á Hákon. Góð skipting og þeir eru eiginlega 2 á móti Ívari. Og Alexander vel gert. Öruggur í sínum aðgerðum aftast og Mbalo er samt ennþá með hann og Baldvin í honum. Baldvin til varnar, kemst aðeins í fyrirgjöfuna og það er svo fyrirliðin sem skalla frá. En hún, já þetta leystir nú allt fyrir okkur káamenn. Hallgrímur með mann í bakkinu, finnur Elvar í lappir, fær hann aftur. Og vel gert hjá Grímsa, hann er snöggur, hann er miklu sterkari en Andri. En Andri með frábæra tæklingu og boltinn í innkast. Júra tekur hann strax á Grímsa, Grímsa eitt upp í horni. Grímsi fær tíma. Og þetta er beint á kollinu á Ella eða hvað? Óöfni káminn hana. Archie vinnur skallan. Það er Mbalo sem að vinnur næsta bolta. Það er svolítið hraði í leiknum núna skuli. Já. Þetta er Fannar Árnason. Gerir þetta vel. Og nú eru konið 2 á Ívar hérna á hægra megin. En það er smá mistök hjá Emil. En Hákon kemur á Ívar. Og Archie, já. Fyrirlingarnir eru stór hættulegir, þeir eru búin að byggja nokkra góða sóknir núna. Sammála því, Sennileik. sammála því. Þeir eru snöggir og vilja fá okkur á hælunum. Og breyka svolítið á okkur. Já. En það er mikið traði hérna í upphæðu seinni hálfleiks. Rækó með markspyrnuna frá marki K.A. Nú er Archie kominn í stöðu Alexanders á miðjunni. Það er spurning hvort þessi bolti endi ekki á kollinum á honum. Nei, hann er lengra en það og þetta kemur á Elvar. Yfir Elvar meira þess og yfir alla bara. Og Andri hreinsar hann upp í lofti og nú er það Archie. Lendir í árekstri hérna við leikmann gestana, Aron Gauta.
Gestarleikaran. Gestaleikari. Alma vinnur boltan. Ásgeir aðeins langt frá sér og þetta innkast sem gestirnir eiga. Beint fyrir fram á stúkuna. Já. Já, þetta var vel unnið á Archie og það annað innkast sem gestirnir eiga við núna við skílið. Og skíl okkar káamanna. Við eiginlega getum prísa okkur sæla Skúli, við erum sólarmegin í lífinu. Já. Það örugglega kalt þarna hinum megin. Það kalt í stúkunni. Já. Það líklega kalt í stúkunni. En það fór mikið að kaffi í hálfleik. Já. Kaffiskvísurnar höfðu ekki undan að hella upp á. Ekki undan að hella upp á, menn tókum með sér nesti upp í stúku. Það bara svoleiðis. En leikurinn heldur áfram. Þetta vinnur á flautík og seint frá Ívari og aukaspyrna það sem gestirnir eiga á miðjum vellinum. Þeir taka hana, nei, tók hana ekki fljótt. Kemur boltinn upp frá Brynjari á Embalo. Embalo búinn að færa sérna út vinstra megin. Fannari kominn í strækjarinn. Davíð Rúnar öruggur. Hallgrímur mann í bakkinu með Stefán hann já. Ondo og Emil sem þarf að koma honum væntanlega brút af. Já. Ágætis pressa á okkur kámennum. Það var Ívar minkasti. Ívar langkastari, kemur hérna langt fram völlin á Júræ. Júræ flikkar áfram en það er enginn í hlaupinu. Elli kemur í pressinu og Ondo vinnur bolta, vel gert Elli. Svo er bara spurning hvora undan. Jú, Ondo reddaði svo þessu en Elli fer aftur í hann. Frábær barátta, alveg til fyrirmyndar. Hann gefur ekkert eftir. Nei, og nú er það Hallgrímur sem kemur í pressinu á Andra og Ásgeir í pressinu hinum megin. Við erum að pressa það hátt núna. Nú þurfum við bara að loka öllum sendingarleiðum. Ásgeir, frábærlega gert hjá Ásgeir og þetta er okkar innkast eða hvað? Nei, hann fór ekki út af. Ásgeir vinnur hann. Hann vinnur boltan, þetta beintur fram á stúkuna. Já, og svo Hallgrímur í tegnum, Hallgrímur! En vel varið hjá Svein Sigurði í markinu. Hann er svo köttur í búrinu. Hann er svo köttur í búrinu. Við vorum þannig að reynda svo hrækamar á boltan. Það er hverju orðið sannara. Það er hverju orðið sannara, við erum duglegir. Þetta er elja og barátta. Stúkan var að fíla þetta. Stúkan fíla þetta. Það er gaman að horfa á svona. Við erum góðir vann frá íslenska landsliðinu og þeir eru að baráttu að anda. Og þeir eru greinilega að smitta okkur káamenn. Já. Og þetta er bara það sem við allir íslendingar vilja sjá. Það er bara svoleiðis. Hér kemur Gríms með spyrnuna. Hún út í teginn og það er Alexander. Og Ívar! Þetta er hot. Þetta er hot. Ívar í Ég trúi dauðafæri ekki að þarna. þessi. Hann hitti ekki boltan. Þetta er, býtu, þeir eru ósammála. Ha? Nú eru káamenn á hælunum því að Ívar orðið dæmdi hot en línuvörðurinn dæmdi markspyrnu og línuvörðurinn fekk að ráða. Alexander skalla frá, Alexander var fyrstur að átta sig og fljótt tilbaka. Og Davíð Rúnar í tæklinguna. Þetta var eiginlega svolítið skrítið að sjá því að það var greinilegt að línuvörðurinn flaggaði markspyrnu. Mér sýndist Ívar orðið dæmdi hot. En við erum búin að vinna hann aftur og það er Ásgeir. Og Hallgrímur með Stefán í bakkinu. Hallgrímur missir hann frá sér. En vel gert hjá Hallgrím. Þetta hlýtur að vera aukaspyrna. Loksins. Þetta var, ég verð að segja þetta á stóra runda. Þetta var Ívar sem átti þetta skot þarna eftir að Alexander fór í skallan. Og Ívar átti seinna skotið sem hann fór klárlega að varnarmann aftur fyrir. En það þýðir ekki að tauta við flautuleikarann. Nei. Hér kemur Hallgrímur. Og hann er með spyrnu, hún er föst og þetta er hotspinna. Loksins fáu hotspinnu. Já, en Ívar Árnason, hann var ansi nálægt því að ná til hans á fjárstöngin. Já, hann er búinn að sjensa hérna í senstu tveimur hérna förstum leikatriðum K.A. Hann var fyrirliði annar flokks hjá K.A. fyrir á og ég held hann hafi verið með markahæri mönnum nánast allt eftir först leikatriði. Hann er stórhættulegur í bóksinu. Og hér kemur, það er Júræ Grisel sem spyrti þessum bolta. Nú veit ég sjá að koma eitthvað út úr þessu. Hér kemur hún og það er Davíð og Sveinn Sigurður kýlir hann frá. Stórhættulegu bolti. Elli var að færa hann hálfpartinn í sig bara. Já. Og þetta er Hákon, við hljótum að brjóta væntanlega bara. Já, Elli tekur brotið og svo Alma líka. Og spjald á Ella væntanlega. Elli Þetta var professional foul eins og sagt er. Já, taktískt brot en af öllum þá sennilega Elli var versti maður til að fá. Hann kom með samörg spjöld í vetur sko. Í sumar fyrirgefðu. En þetta var brotið til að taka. Og það er Ondo og Stefán. Stefán og Andra. Andri er búinn að spila lengi í fjárðabæðaliðinu.
Hann var með þess að byrja að spila hann þegar ég var að dútla í þessu. Já, það er bara svoleiðis. Það eru mörg ár síðan. Hann er ekki F6, jú, þú samt? Nei. Það eru fáir leikmenn. Það er bara svoleiðis. Archie hörku tæklingu hérna á miðinni. Það slóst með þess út af læginu hana. Bjóst ekki við þessu. Koma svo þrumur heiskjörnbótti. Þú er rannsakað þetta, Sigurður Skúli. En það eru gestirnir sem að Alma les leikinn eins og hann sé að lesa barnabók. Og Hallgrímur með hann. Nú þarf hann komið í hlaupið. Vel gert hjá Andra, hann las þessa sendingu hjá Grímsa og setur hann út af innkast. Ásgeir með skattan á Elvar. Elvar í baráttunum með Andra, Elvar hefur skrokkinn fram yfir. Vel gert hjá Elvari. Hver barátta þarna boltan. Spurningu það menn dæmi klemmu Skúli, er það í knattspyrnulögunum? Já, ég veit það ekki sko. Nei, Það er svona meira menn lendi klemmu. Já. En Sveit Sigurður með misjafna útsparka en Archie hann er sterkur. Hann hleypur ekki fram úr Archie. Nei, frábærlega gert hjá Archie. Þessi læri sko. Já. Og það er Júræði með hann, Alma kemur í hlaupi, Júræði tekur á, missir hann frá sér, en vinnur hann aftur. Almar er með honum uppi. Og okkar einn kast. Já, K.A. Já. Ívar er klár að kasta. Ívi, þetta er okkar. Þetta vildum við hotspinnu, ekki fyrsta skipti í leiknum sem við viljum hotspinnu á Almar ekki. Þannig að það er Sveit Sigurður sem býst til að sparka frá eigin marki. Og hér kemur spyrnan á Elvar vinnur skallan og Ásgeir aftur. Ásgeir í kapphlaup við Brynjar. Brynjar þarf að setja upp í stúku. Þetta er eins og segja, þetta er þessi Elja, hún er að skila. Já, Ásgeir er með, hann er með áætlunarferð upp kantinn þannig. Það er bara svoleiðis, hann er bara eins og áætlun á bíl. Það er ekki flóknara. Já. Pressar alla bolta. Það er Trengarinn í friði. Og það er Baldvin sem ætlar að grýta sinni. Kastar þessu ekki nógu hár, þannig að það er Mbalo sem skallar í burtu. En Baldvin með fyrirgjöf, Hallgrímur á undan í boltan. Vel gert hjá Grímsa sem finnur Elvar sem er skot undir í þverslán og niður. Þvílíkt skot. En við höldum boltanum og Júræ. Og með sendinguna fyrir það er Elvar í skallanum. Reyndar skallan út á Almar. En veitu þetta er ekki búið. Jú, Lói Gondó hreinsar frá, Ívar með tíma. Tekur hann vel niður og kemur honum ekki nógu góð fyrirgjöf hjá Ívari en þetta var fallega gert hjá okkar mönnum. Hallgrímur tíaði Elvar upp. Elvar með innanfóta snuddu í slán og niður. Já. Fáum þetta endursýnt hérna. Hérna Hallgrímur tíjar upp Ella og Elli með þetta frábæra skot í slán og niður. Það er 1-1 í sláarskotum allavega. En Ívar vinnur þennan skalla og Archie á Alexander sem spilar í miðverði. Alexander á Elvar. Ásgeir í hlaupið. Ásgeir er snöggur. En Andri las þetta vel og setur hann í innkast. Ásgeir svona, já eins og ég segi, hvað ætli sé búinn að hlaupa í leiknum? Það er skipting. Ásgeir er komið með 8,6. Það er bara svoleiðis. Það er Halldór Hermann Jónsson sem er að koma inn á. Ertu með hérna svona trackmann á honum? Og það er Júræ sem fer að velli. Þá væntanlega að fá að sjá Dóra í hólunni og Grímsa út til vinstra megin. Það er ennþá 1-1 hjá Haukum og HK. Þetta er Dóri búinn að eiga frábæra reynnkomur hérna på síðkastið. Og það verður vonandi engin breyting þar á núna. Nei. Það er Baldvin með innkastið, Baldvin ekki. Reynslu mikill maður, Dóri. Já. Hér er Elvar í skallabaráttunni, boltinn berst inn í teiginn. Og það er hreinsa frá, hátt í loft upp. Hann múið nú segja að Dóri sé að spila á móti hérna er Archie. Móti sínu heima liði. Já. Archie hreinsar út af. Hákon býst við að taka innkastið, setur hann aftur á Emil hérna. Skemmtilega handboltaflétta hjá þeim félögum. Það er kastið aftur á Ondó. Dóri kemur í pressun og Ondó skiptir kant yfir á Brynjar í vinstri bakvörðunum.
sem Ásgeir búinn að pressa linnulaust í seinni hálfleik. Andri yfir á Ondó. Og Ondó með ótrúlega skiptingu hérna beint í innkast. En eins og ég ætla að segja með Halldór Hermann, hann er gríðarlega ósérhlífinn leikmaður. Já. Duglegur. Og vinnusamur. Já, hann væri í fútbolmanager, væri með 20 í workrate. Það er nú ekki allir... Fyrir þá sem skilja það? Já, fyrir þá sem skilja það, Skúli, ég held að þú hefði verið með 12 þegar þú varst í manager. Það var svo lítið. 14. En, já, það er ekki þessi skipti máli. Maður var helst inn í miðjum hringnum. Já, og dreifði í spilinu vel. Já, fór lítið út úr honum. Já. Af því að þá ertu maður að hlaupa aftur inn í hann. Svo sirkill. Já, ég lærði að Palla Gísla, leikmannið Þórs. Hér er það Almar. Fram á Elvar. Fyrirverandi, þar að segja. Já, þjálfari Völsungs. Þjálfari Völsungs. Og fyrirverandi leikmanni Káa líka. Já, það er ekki allir sem vita það. Elvar hleypur þetta á rassinu á einhverjum. En við fáum ekkert. Það er nema innkast. Já. Hér er það Baldvin. Andri les leikið vel. Andri hefur skilað sínu starfi ágætlega í miðverðunum. Almar er ennþá með hann, vel gert hjá Almar. Finnur, Hallgrím, aftur. Þetta las hann, Emil, bakvörður, hægri bakvörður, fjallaði vel. Það er Almar með hann upp í horninu. Og þeir eru 2-3 kámennin að teikna hvað gerir Almar. Kemur honum út. Til lesi líka. Archie með mann í bakkinu. Fannar hann í bakkinu á Archie. Halldór Hermann, vinnur þennan. Tími sem Archie fær, kloppar hann. Og Archie komið upp í völlinn. Kemur honum frábær sending yfir á Hallgrím sem fyrir niður. Hallgrímur fær enga aukaspyrnu í þessu leik. Hann er búinn að fá eina. Ljóst. En hér er það Embalo í kapphlaupi við Baldvin. Og nú koma Fjarðabyggðarmenn, þeir fylla á teginn hratt. Embalo, Rajkovic gerir frábærlega og það er hornspyrna. Þarna náður okkur á hælunum. Já. Þeir eru fyrst í séns í seinni hálfleik. Eftir 78 mínútur, það er 12 mínútur eftir, Skúli. Það er 12 mínútur eftir og Káum er nú líklegri en þessar skyndisóknir hjá Fjarðabyggð eru stórhættulegar. Já, það eru hjartanlega sammálaðir og við þurfum að fara að fá seinna marki til að klára leikinn. Já. Og það væri nokkurt leiðilegt að fagna 4-2-0 sigrinum hérna í deildinni í röð. En hér kemur spenningin fyrir og þetta er Davíð sem skallar frá. Vel gert hjá Davíð. Brynjar er meðan, Hallgrímur kemur í pressuna. Kemur honum út á Bardal. En Ásgeir vinnur vel. Og þeir reynda að vinna hann af Ásgeiri. Hörku bara þátt upp við hotfanan og Ásgeir fár aukaspyrnu. Hárréttur dómur. Já, Káumenn hafa ekki gert mikil mistök í vörninni. Nei. Þeir eru svona eins og stípluð stóttagna síja. Það er bara svoleiðis. Skilurðu? Fyrir þá sem skilja það. Já. Er það ekki eitthvað sem ég borga fyrir því þegar bílið minn í smurningu? Já, stóttagna síja er í bílum og við skiptum hann á verkstæði. Já. Tufak peppar sína menn áfram, vill að við klára leikina krafti. Ræk komið spyrnuna fram. Og Elvar sem skallar inn fyrir hann. Vantaði Hallgrím til að hlaupa eftir boltanum. Sveit Sigurður hans sem að knöttin og kastar honum út á bakvörðin Brynjar. Við virðumst vera aðeins að minnka pressuna. Enda kannski þreyttir á að vera búin að pressa hann alla seinni hálfleikinn. Sveit á Almar með tíma. Almar með mikinn tíma. Og finnur Baldvin í lappir og Baldvin upp á Ásgeir og Halldór. Og við minn kast, eða hvað? Já. Gefum vantilega Baldvin á vettvang til að grýta þessum langleiðinni fyrir. Nú er sólinn farin, nú er sólinn að kveðja okkur, Skúli. Nú er sólinn að kveðja okkur og við getum ekkert unnið með hana hérna í seinni hálfleik. Nei. Meira. Það er Baldvin í baráttunni, Baldvin gerir vel og hann er fyrirgjafa stöðu. Vinstri löppin, út af Hallgrím. Sem nær honum niður eða hvað? Já, vel gert hjá Hallgrím. Þetta er ákveðin tækni sem það til að ná þessum niður. Hallgrímur fær Ívar í hlaupið. Ákveður að nota hann ekki, heldur kemur sér í skotstöðu. Hallgrímur með skotið en beint á Svein í markinu. Hittir ekki boltan nógu vel og frekarlaus skot á markið. Já. Þannig var Elvar líka mættur í frákastið, þekkja hvort hann eins og köttur og mús. En það er skipting í vændum. Það er ekki flóknara. Það er fyrirliði Fjarðabyggðar. Stefán Þór Eysteinsson sem víkur á gulu spjaldi.
Og inn á kemur glókollur mikill. Stefán hefur spilað sem aftasti maður á miðjunni. Það er spurning hvort hann Víglundur sé að fjölga í sókninni. Þannig sjá, hann er klár að koma inn á. Bíðum verður að snúi bakkinn í okkur. Og inn á kemur leikmaður með 9. 9 framherja númer. Þetta er Hlynur Bjarnason. Ég hef aldrei heyrt miðvörð númer 9. Hér er Archie. Hallgrímur kemur úr rangstöðunni. Þeir vilja fá flagg en fá ekki. Hákon með hann á hægri kantinum. Og Emil býrst í utanáhlaupið. Þetta er vel gert hjá Hallgrími og Halldóri. Fjarðabyggðarmenn halda boltanum. Aron Gauti. Og þetta er okkar bolti eða hvað? Nei. Og Emil með innkastið. Þetta var skemmtilega gert hjá Hákon sem snér á Halldór. Finnur Andra. Andri yfir á Brynjar. Vinstri bakvörðinn. Nú færa Fjarðabyggðarmenn sér framar á völlinu en ball á í barðinu Alexander. Það fellur við, fær ekkert og við fáum innkast. Alexander kvartar yfir sínum viðskiptum við Mbalo í þessari stöðu. Mbalo mikill skrokkur, erfitt að ráða með hann. Já, en hann fór öðlega niður hana. Já, heldur betur. Hér er það Andri sem skallar hann fram og Archie, hann fær aukaspyrnu af Andri. Og nú er það förstu leikhættirinn sem við vorum að tala um fyrir áleik sem við erum smeykið við. 7 mínútur eftir. 7 mínútur eftir að venjulega leiktíma. Andri virðist að koma með einhvern krampa að teygja hann á og væntanlega, nei, fær enga alheiningur og sjúkraþjálfara. Nei. Sýnist Óskar Braga vera að taka röldið að sækja varamann hjá KA. Andri er ekki alveg viss hvort hann sem er krampa í kálvanum eða öxlinni. Eða vinstri eða hægri. Vinstri eða hægri, þarna, já. En það er hvern Óskar kallar á Orra Gústafs. Þegar Orri sé að gera sig kláran í að koma inn á, hér kemur spyrnan allan inn í. Hún er há, Mbalo, baratunum við Archie og við fáum aukaspyrnu. Það er gott. Já, það var hérna. Það er peysutóðan í tegnum, vissist vera og þetta er það mikið peysutóð, þetta minnir mig á Eggert vinn minn á djamminu. Gaman það. Eggert vinnuðinn. En hér er Rækó sem allir að spyrna boltanum. Þeir eru ennþá að tuga dómarunum gestirnir yfir þessum dóm. Elvar í baráttunum við Ondo. Andri skallar á Jón Arnar Bardal. Vel gert hjá Halldóri, duglegur, ósér hlífinn. Iðnaður maður. Hallgrímur eftir að halda, býr eftir að fá eitthvað touch þarna. Eða býr eftir mönnum í hlaupið. Hallgrímur ennþá með hann. Vel gert á Grímsa. Á Davíð sem kemur honum fyrst upp á Ívar. Þetta er innkast. Já, þeir verða að taka þetta á réttum staðan og alltaf káminn að læsa eins og sagt er. Jepp. Og Ívar Orri er við allt sitt á Kristatæri. Það er dæmdur að leik vel skuli. Já. Leikt mikið, fá spjöld. Já, og samkvæmur sjálfur sér. Samkvæmur sjálfur sér og ekkert verið svona út á hann að setja þannig að sé. Nei. Archie fær hann í hendina þarna en ekki dæmt. Ég veist að leikmenn hafa gert fleiri mistök en hann í leiknum. Þarna fekk hann ábendingu frá línuvörunum. Spurning hvort að línuvörun hafi heyrt í mér og flaggað síðan. En þarna, þeir eru búin að taka aukaspyrnuna, þetta hendi dæmt Archie. Erst þú fann að dæma leikinn? Það er spurning. Dómar og sonur. Dómar og sonur. Við dæmt ófá leikina sjálfur. Já, ég dæmdi síðast bara í vikunni upp á KA-sæði. Stóð mér bara þó ég segi sjálfur frá frekka vel. Já. Yfirferð eins og Doddi Hjaltalinn og flaututeknir svo Ási Gísla. Það er ekki slæm blanda. Nei. Hér er það Baldvin sem kastar fram og Elvar í enn einu skallaboltanum. Nú gegn varamannunum Hlyn. Dóri vinnur hann og Elvar með tæklinguna. Þetta er við konum með boltan í okkar lappir. Það viljum við. Almar tekur á rás. Ondo til varnar og kemur hann með Hallgrím. Hallgrím með svæði. Hvað gerir Grímsi? Grímsi leitar á hægri leppina með skotið! Og fylgir eftir strákar! Nei. Þarna var Sveit sem varði og mista hann frá sér. Það vantaði bara hérna einhvern í sníkjuna. Hér kemur langur bolti fram. Gott hjá Baldvin hérna að vinna skallaboltan en það er engin til að vinna seinni boltin á KA. Archie með hann í lappir. Archie fær Jón Arnar Bardal í pressuna en hann finnur sér alltaf plássan Archie. Elvar missir hann frá sér og innkassi gestin eiga. 4 mínútur eftir að venja leiktíma. Ég myndi alveg þiggja seinna marki Skúli. Já, það myndi létta pressunni á
KM-unum og kannski áhorfendur líka. Já. En það eru gestirnir sem eigin kast á miðjum vellinum. Það tekið stutt, Jón Arnar Bardal. Á Brynjar aftur. Brynjar inn á miðuna á Hákon. Halldór Hermann í pressunni, gerir vel, Ásgeir. Dóri vinnur hann, nú er að finna Gríms í lappir. Gríms sem við smá tíma, kemur með langan bolta Ásgeir og þetta er Ásgeir kominn bara hreinlega á undan. Og Halldór fylgir eftir inn í, hvað gerir Ásgeir? 1 gegn 2, Dóri í hlaupinu. Ásgeir reyndi að senda, hefði sendingin heppnast þá hefði Dóri verið einn á auðum sjó. Já, þeir lokuðu vel að Ásgeir þarna og gáðum við fá hotn upp úr þessu. Sendingi góðum fyrir Ásgeir náttúrulega ösku fljótur og það var að Grímsi sem röltir rólegum skrefum í átt að hotfárunum. Býstu að spyrna boltanum inn í. Liggur ekkert á, 3 mínútur eftir að vinna leiktíma. Og tíminn vinnur með okkur. Við meira þess að erum fannir að býða með fleiri tilbaka. Davíð Rúnar fer ekki inn í og Almar er meira þess að svona frekar aftalega þannig að við óvinnu fámennir í bóksinum en góðmennir. Gefum boltinn. Ondó skalla frá. Nú það er bara einhvern káamann til að vinna næsta bolta. Arti fyrir pressunum en þeir komum frá. Almar í skallaði miðinu gegn Hlín, vinnur það. Hákon og Halldór, vel gert hjá Halldóri. Fær á sig hörku. Höggaði kjölfarið en hann stendur þetta af sér. Halldór er ekki vannur í kvarta? Nei, sjúkraþjálfarinn Halldór tekur sjálfan sig bara í meðferð daginn eftir ef hann finnur til. Það er ekki flóknara. Hallgrímur í pressun á Brynjar. Brynjar leikið ágætlega hann í vinstri bakvörðunum. Og það er Hlínu sem fyrir niður. Þetta er bara okkar innkast. Víglundur Páll yppir öxlum. Þetta var dífa. Þetta var dífa. Þetta var lúxusdífa. Þetta var lúxusdífa. En hér er Hallgrímur með tíma. Jón Arnar Bardal í bakkinu á honum. Grímsi, hvað gerir hann? Hann er leikjón á boltan. Tekur einn á. Fær ekkert enn og aftur fyrir fer snúð. Grímsi niður og fær ekki neitt en þetta var nú alla aukaspyrna þarna. Misutnur sending frá Ondó eða Baló meina ég. Og það var Ásgeir, Grímsir inn á bóksinu og Elvar er kominn á bóksi líka, gerir Geiri. Vel gert sér Geiri, hann heldur boltanum ennþá. Koma svo Geiri, koma sér fyrir. Á Halldór og Baldvin. Nei, Almar meina ég. Og Almar með sendinguna fyrir Ondó, skalla frá og þeir koma honum í út. Almar er ennþá með hann. Fær Baló í bakkið. Almar er ennþá með hann. Almar gerir vel. Og Almar fer niður! Það er Og það er víti! vítaspyrna! Ívar Orri viss í sinni sök, en Baló er ekki sammála. Hann er hreinlega ósammála, Skúli. Já. Hann er ekki sáttur með þetta hleypur á línuverðurum. Já, og aðstoðardómaranum. fær spjald í kjölfarið. Já. En þennan dóm tók Ívar þáttur að aðstoðardómarinn hefði verið í ágæti stöðu líka, en ég ætla að vera sammála um þetta skipti. Þetta var frábærlega gert hjá Almari. Og það er á húsvíska stálið Elvar Árni Aðalstinsson sem fer á punktinn. Og hann getur farið langt með að klára hann leik fyrir okkur KM, en það eru 89 mínútur á klukkunni. Það gerir Elvar. Jó, hann skorar! Frábært mark. Frábærlega gert. Verði hann ekki þarna, maður? Verði hann ekki hann fastur upp í horni. 2-0 fyrir KA og Elvar Árni með markið. Já. Og þeir fara Þetta bara var allir beint að túfa. Frábært víti hjá hann. Það var að doktorinn, þetta er hóphamla á bekknum. Ég held að við ættum að senda ítúrlunum klippuna þessari vítaspyrnu. Þú veist, þeir getur nýtt sér þetta. Já. Sasa og Eder og fleiri. Það þýðir ekki bara tippla. Nei, þetta var bara frábærlega tekið víti. Það var bara hlaupa á boltanum og setja hann fastan upp í horni. Skúli, þetta er bara svo þú hefur gert það. Þetta er eins og ég gerði á pólamótinu. Þetta er svo gerðið á pólamótinu. Varstu valið maður mótsins? Já, sko, nei. Nei. En það er skipting hjá gestunum Baló er hann að koma að velli. Og það er líka skipting hjá okkur. Elvar Árni markaskorarinn fyrir að velli. Inn á kemur Orri Gústason. Já. Út af fer Baló. Orri Gössa, kallaður. Hann, ég ætla að vona að ég jinx ekki neitt, en hann hefur aldrei verið svona heilsögn sem hann var að vera í sumar. Hann hefur oft glímt við erfið meiðsli, en hann er í toppformi núna. En það er leikmaður með 19 sem kemur inn á. Það er náttúrulega Orri, já. Orri dettur inn á kantinn. Já, Geiri upp á topp, eða Gríms upp á topp kannski. Gríms upp á topp vantarlega. Já, og það er inn á hjá Fjarðabyggð kom leikmaður með 23, Haraldur Þór Guðmundsson. En þeir ætla að keyra á þetta strax. Þeir ætla að ná okkur á hælunum hérna. Jón Arnar Bardal fyrir niður og fær væntanlega aukaspyrnu, já. Ívar í bókina góðu, eða hvað? Nei. Þetta var eiginlega aðeins svo einfalt. Þetta var mjög einfalt. En áhorfendum létt upp í stúku, það er nokkuð ljóst og
Og með þess að máarnir eru farin að róast. Já. Þeir eru búin að bíða eins og við eftir þessu marki, sko. Hann ætlar að fá 4-5 í vegg, hann Rajko. Hann er vandanum vaxinn í markinu, Rajkovic. 4 í vegg. Og það er Jón Arnar Bardal, spyrnumaður góður, sem ætlar að spyrna þessum bolta. Kemur væntanlega reynir skotið. Reynir væntanlega að skrúa niður vegginn. Nei. Jón Arnar, þetta er yfir markið og við önduléttar. 2 mínútur konar fram í venjuleg tíma, við fáum væntanlega allavega 1 mínútu viðbót. Já, hér kemur markmyndin frá Rajko og það er Archie í baráttunni við Harald sem var að koma inn á sem varamaður og Grímsi inn á Ásgeir og Ásgeir inn á Gossa. Gossa nær þessu, ég veit það. Sérðu Gossa? Nei. Andri tekur hann síðan, setur hann í lappir, Gríms á undan, vel gert hjá Hallgrím. Þetta innkast eiga Fjarðabyggð. Nú er Káamenn að skila sér, þetta er ólulegt innkast vantilega, eða hvað? Svo virðist sem að tæknin er eitthvað aðeins að stríða okkur, við erum eitthvað aðeins og seinir hérna Þetta er sennilega bara þú eftir seinni hálfleikinn. Já, mjög líklega. Eftir kaffipásuna. Eftir kaffipásuna, þú áttir hann að skila í skúli minn. Fengum hérna eina kvörtun frá æstum áhorfanda. Æstum áhorfanda. Hann er ekki tímt að borga sig inn á völlinn. Nei. Hann gat streymt þessu frýtt niður. Já. En hér kemur koma Fjarðabyggðarmenn. Menn er að flýta sér allt of mikið af Fjarðabyggð núna. Nú hlýtur Ívar að fara að líta á klukku sína. Hvað var bætt miklu við? Ég sá það ekki, það eru komnar 3,5 fram yfir. Þannig að, herðu, hérna er flottur skalli. Hallgrímur sloppinn inn fyrir. Og hann er rangstæður. Hann er rangur. Já. Þeir eru að byrja að spjalda Hallgrímur að sparka boltann burtu en það er lítið eftir. Mjög lítið eftir. Þetta Ívar sitt í flautinu mjög núna. Og þeir eru sem að Sigurinn eru höfn. Hér kemur spyrnan og Davíð skallar frá og Jón Arnar og Alexander hreinsað hennan bara lengst eitthvað í burtu. Brynjar missir hennan eitthvað og Orri, iðnaðarmaður. Hann er algjör iðnaðarmaður. Hann er algjör iðnaðarmaður, Orri Gossa. Það er Ásgeir í baráttunni. Bardal fær á sig pressu. Hendi væntanlega hana, nei, ekki dæmt. Almar er með hann. Flottur leikur í Almar í dag. Skúli, þinn káamaður leiksins. Já, þetta er búið að skipta svolítið milli fyrri og seinni hálfleiks. Já. Já, í fyrri hálfleik þá fannst mér Alexander vera besti maður Káa. En í síðari hálfleik þá hefur Almar staðið sig gríðarlega vel. Sammála er í því eins og svo oft áður í kvöld. En Ívar orðið búinn að flaut til leiksloka. Við erum einir á toppnum, konum með 22 stig. Og enn er 2-0 sigurleikurinn. 4. 2-0 sigurleikurinn í röð. Og þetta er roppáslega fallegt. Sjá okkur efstæðu töflunni. En Skúli, þú kannski gerir rétt upp leikinn. Ég ætla hann að grípa einhvern í viðtal. Við ætlum ekki að grípa neitt í viðtal, það er smá vesen með mikrofóninn. Þá gerir ég bara leikinn upp með þér, Skúli minn. Já. Já, staðan í deildinni. Staðan er komin á skjáinn. Það eru við efstir með 22 stig. Nágrannar okkar í Þór. Já, þeir eru með 19. Eiga leik til góða. Grindavík 14, eiga einni leik til góða. Leiknir 13, Fram 12, Keflavík 11, Haukar 11, þeir gera jafntefli, eða er að gera jafntefli við HK. Já, 5 mínútur eftir þar. Þannig að þetta er bara eins og það gerist best. Mér var þetta öruggur sigur í dag, aldrei hættu Skúli. Sigurinn aldrei hættu. Káamaður leiksins Almar Ormásson, ef ég heyri rétt. Já. Og hann fær góða Nivea tösku á launum, hann ætlar að... Já. Við ætlum bara að gera svo kræfir að fá bara Almar inn í bíl til okkar í viðtal. Já. Skúli, ég kannski byrði að lána honum headphone-ið. Er þetta fyrsta sinn í sögunni sem leikmaður hleypur inn í bíl til að fara í viðtal? Hann fær headphone-un á Skúla mínum. Skúli, takk fyrir mig í kvöld.
Marri setur á sig headphone-in góðu, sest hérna hjá mér. Almar, velkomnu til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Herru, þetta var hörku baráttu leikur og 4. 2-0 sigurinn urða staðarinn. Þetta er bara vel. Já, þetta fer að verða okkar einkennismerki að vinna leiki 2-0. Mér fannst að byrja leiki mjög vel og svo eftir það héldum við þetta væri bara komið að við myndum bara rúlla yfir það á einhvern veginn að myndi koma sjálfur sér. Sem var lélegt af því að þeir eru alveg búin að sýna að þeir eru með hörku lið og þeir gefa ekki neitt eftir. Þannig að þetta var aulaskapur í okkur, haldi ekki áfram og bara klára þetta. Og við fengum hann að eitt sláarskot og pínu pressu á okkur í lok fyrri hálfleiks en það var ekkert í gangi hjá þeim í seinni hálfleik. Nei, það er sannlega rétt hjá þér. Ég man ekki eftir miklu hjá þeim og mér varst að spila seinni hálfleikinn miklu betur en þann fyrri. Og þetta er svona svipað leikirnar okkar er búin að vera. Við náum forystu og svo erum við að spila svolít varnarleik og liðin er að skapa mjög lítið á okkur og náttúrulega erum að halda hrein í flestum leikinum okkur í sumar, þannig að þetta er mjög gott. Og það lítur að vera líka ákveðin styrkleikamerki að við erum að sjá Baldvin Ólafsson kemur inn í byrjunarliði í dag, svo er hann Archie sem kemur inn á bara snemma í seinni hálfleik fyrir kannski leikmenn sem hann var lítið verið út af, Hrannar og Guðmann, en það er ekki að sjá á liðinu að séu einhverja breytingar í gangi. Nei, þetta er náttúrulega mikil styrkleiki að vera með svona breiðan hóp og vera með leikmenn eins og Bassa og Archie á bekknum og ég meina Ívar byrjaði ekki í móti, hann er búinn að vera að spila frábærlega í vinstri bakverðinum. Já, ég meina Geiri byrjaði heldur ekki í móti og hann er búinn að vera einn af okkar bestu mönnum núna í síðustu leikjum, þannig að þú vinnur ekkert mótið á 11 mönnum, við vissum það allan tíman og þú þarft góðan hóp og allir þeir sem hafa tekið þátt í öllu hjá okkur. Ég meina Dóri kemur inn á hverjum einasta leik og er frábær, þannig að það er snilld að vera með svona hóp. Næsta verkefni í Grindavík, við harma hérna til bikarleikinn, leggst þetta ekki vel í þig? Jú, það verður gaman að takast á við þá aftur. Ég vona að verði aðeins meira logn en síðast, ekki að kenna rokinu eitt eða neitt, en nei, það var langt frá að vera okkar besti leikur á móti Grindavík og vonandi náðu að taka öll 3 stigin það. Almar, takk kærlega fyrir komin í stúdíó 79 hérna hjá okkur á Káamönnum, til hamingju aftur með sigurinn. Já, takk sömuleiðis. Klassi.